Komið sælir, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur í dag nr. 3 á Ólympíumótinu í netskák. Íslenska liðið mætir í 7. umferð liðið Gvatemala og við fylgdumst með liðinu í gær þar sem að Ísland lagði Dani að velli en tapaði 2 öðrum viðureignum og íslenska liðið er í 7. sæti í riðlinum með 4 stig. Við sjáum að Tyrkir, Norðmenn og Serbar eru í 3 efstu sætunum, öll löndin með fullt úr stiga. Og með mér í dag er Helgi Ás Grétarsson stórmeistari og við ætlum að líta á viðureign Íslands og Gvatemala. Á fyrsta borði hefur Guðmundur Kjartansson svart gegn Winston Darwin Kuhor, Bragi Þorfinnsson hvítt á öðru borði gegn Wilson Estuardo Lorenzana, Lenka á þriðja borði með svart gegn Claudiu Menkos, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir kemur inn í liðið, teflir sína fyrstu skák í mótinu fyrir íslenska liðið með hvítt á fjórða borði gegn Silvíu Karolínu Masíregos, Vignir Vatnar með svart á 5. gegn Ricardo Aragón Trujillo og Batel á 7. borði með hvítt gegn Jenny Fernanda Santiago Sontay. Og við ætlum að kíkja á viðureignina, sjá hvort hún er hafin. Nei, hún er ekki, jú, þetta er að bresta á hérna. Skák Guðmundar er komin upp og þetta er að fara af stað hérna í rólegheitum. Við sjáum að Guðmundur sem er með svart hefur svarað fyrsta leik hvíts riddara F3 með riddara F6 og við fáum hérna mögulega kannski Katalan eða eitthvað þvíumlíkt, já. Biskup G2. Aðrar skákir eru að fara af stað. Hérna sjáum við skákina hjá Hallgerði Helgu, mjög óvenjuleg byrjun hjá svörtum hérna. Drottning E7. Og þó þetta líti kannski furðulega út og þarf þetta nú kannski ekki vera svo vitlaust. Svartir eru líklega að fara að tefla einhvers konar Philidor uppstillingu með penin á D6 og C6. Þó að drottningin sé hérna á E7 þá getur kannski biskupinn farið á G7 í framhaldinu. H6, þetta er nú reyndar mjög furðulegt. Mér minnir sko að litháíski stórmeistarinn Sulskis hafi verið að leika drottning E7. Hann er nú mjög sérstakur persónuleiki og hann var oft skammaður fyrir þetta en hann gafst ekkert upp fyrir að tapa þó nokkuð af skákum í þessu. Já, ok. Hann er mjög þrjóskur. Hann þekktur meðal annars fyrir það að hann var að stúdera eyddi mörgum klukkundum á dag að stúdera endatafli drottning og riddara á móti drottningu. Já. Komst hann að einhverju niðurstöðu? Nei, hann var bara að æfa sig í því, 10 tíma á dag eða eitthvað líka. Það eru margar sögur til af honum, en sko þetta er sem sagt ekki eins vitlaust eins og þetta lítur út fyrir að vera. Nei, en að sama skapi er þetta ekki traust, sko. Nei. En ég held að sem sagt að það sé engin ástæða til þess að maður þarf svolítið að vita hvað maður er að gera eins og staðan er núna. Ég meina, hvað er í prinsipinu svo sem aðeins? Ég meina, þú ert að fara að leika riddari F6 mögulega og svo G6 og drottningin, hún stendur það ekkert svo vitlaust þarna og þú gætir mögulega farið, ef hvítir Þórgerðar, gætir mögulega farið í að leika G5. Já, einmitt. Og farið að sækja kónginn, sko. Einmitt. Þannig að það er margt til í skákinu, sko. Mér minnir allan að Sulskis hafi verið að leika drottning E7. Það gæti hafi verið líka í Spánverjunum, sem sagt riddari F3, riddari C6, biskup B5 og þá drottning E7. Já. Ég man ekki alveg, en það var allavega, þetta var hugmynd sem hann var með þá tefti svolítið. Já. Við sáum svipaða hluti í skákinu hjá Jóhann í gær. Hann fekk á sig mjög snemma hérna G5, eitthvað sem við töluðum að Simon Williams hefur verið að fjalla kallað Black Lion þegar svartur teflir svona, mjög snembúna árás í Philidor með svartu. Við skulum kíkja á aðra keppendur hérna, Bragi Þorfinnsson með hvítt á öðru borði gegn Wilson Lorenzana, alþjóðlegur meistari og Bragi er að tefla sem er einhvers konar lokað afbrigði og leikur F4, Grand Prix árásinn og því svarar með D6. Nú er spurning hvort að Bragi ætlar að leika D4 eða hvort hann ætlar að fara með biskupinn á C4 eða B5.
Já, hann er þegar búinn að eyða þó nokkuð meiri tíma. Já. Þannig að svona ein hugmynd í þessum stöðum er að leika biskup B5 og drepa á C6 og gefa svartum tvíbreiðu að færi gefst og leika svo D3. Önnur hugmynd í þessu er að hafa biskupinn á C4, hrókar stutt og leika síðan F5 og reyna að sækja þannig. Bragi er að hugsa núna eftir D6, hann er búinn að eyða óvenju miklum tíma finnst mér. Já. Hvað er að gerast hjá Vigni? Hann er að tefla líka svolítið frumlega eins og aðra keppendur, leikur riddari C6 í fyrsta leik. Biskup G4, já, og svo E5 og þetta er drepið. Biskup G5 og sjáum við að staðan er nánast alveg samhverfa. Hjá Vigni leikur biskup E7. Vigni er að tefla við kandidatmeistara Ricardo Aragon. Vigni leikur biskup B4. Kannski ekki mikið þetta að segja strax, við skulum kíkja yfir á Batel. Hún er hér og þetta sýnist mér hafa verið frönsk vörn, uppskipta afbrigðið. Frekar róleg taflmennska hjá Batel. Hún fær ekki mikið frumkvæði í byrjuninni hérna, en býtum við hvað gerðist hér? Svartur leikur á þessum manni. Biskup D3. Í staðinn fyrir að drepa biskupinn og leikur svartur drottning C7 og Batel tekur biskupinn á F5. Svartur fær ekkert fyrir. Nú erum við að tala mannum tilbaka, ekki satt, með H5. Já, H5 í þessari stöðu virðist vinna biskupinn en svartur leikur hrókur E7. Hrókur E1. Ekki H5 þá núna. H5 er aftur möguleiki en hrókur E8, þetta er drepið og hrókur E1 aftur. Og nú loksins kemur H5. Sérkennilegt kannski. Já, náttúrulega, sko núna hefur hvítur möguleika á að leika annarkvort biskup E6 strax. Hann allan að vinna peð, en já, þetta er ekki alveg svona... Já, Batel drepur á E7 og... Hvítur allan með frumkvæði þá. Já. Þú getur líka alltaf leikið biskup F5 og fyrir þannig að þú getur drepið að H5. Já. En það var náttúrulega, eftir þú komið með manni yfir, þá er engin ástæða til þess að missa manni tilbaka og þú bara getur leikið biskupinn tilbaka á D3 í staðan fyrir að stilla drottningur á D3. Já, við sáum í þessari stöðu hér þegar Batel leikur drottning D3 þá hefði hann bara getað... En séðan núna, bara áhugavert fyrir, bara að fara með biskupinn tilbaka. En ég ætla bara að benda á hérna, núna akkurat í stöðunni eins og hún er akkurat núna held ég. Já. Núna held ég að biskup E6 er best, út af því þá ertu með honi á... Nei, hún gerði það ekki. Já, ef hann hefði leikið biskup E6... Þá er þetta bara búið, sko. Já, við sjáum að eftir drepið, drottning G6, þá kemst riddarinn í sóknina líka og mér sýnist svartur ekki að mikla vörn í þessu. Til dæmis líka eftir kóngur G7, eftir biskup E6, já. Þá riddari E5. Einmitt. Já. Þá er biskupinn eitraður á E6. Já, það er búið, sko. En eftir biskup drepur H5 er þetta ekkert ljóst, sko. Ég held að þessi taflmennska er... Já. Hún er eins og hún er. Já. Þá er það... Ef við ekki kíkja á... Viltu kíkja á Gumma aftur? Já, sjáum bara hvað er að gerast. Batel er að tefla mjög hratt, segir hann. Sjáum. Við förum eldsnögt tilbaka, Gummi drap á C4 eftir byrjunina og leikur riddari D7 og A6. Og Gummi hefur þá tíma til að leika B5 og hóta drottningunni, það er engin hætta á þessari löngu skálina því að hvítur verður að forða drottningunni og þá getur svartur komið biskupnum í spilið. Við tölum það svolítið í gær, þessi biskup á C8 í Katalan getur stundum orðið svolítið erfiður fyrir svartan. Þannig að gott að virkja hann og Gummi er að leika C5. Hvítur er nú ekki mikið að þenja sig hérna í þessu, þetta er frekar róleg taflmennska hjá hvítum og Gummi hlýtur að vera nokkuð sáttur við stöðuna eftir byrjunina, myndir ekki halda það held ég. Það leikur núna riddari C6. Sko, ég held að svartur standi aðeins betur, jú. Út af því að núna er eftir riddari svartur myndi stefna því að þá fara með hrókin á D-línuna og svo að vinna með D4-reitinn. Já, einmitt. Ef þú veist þarna ertu með stakt peð á D3. Já. Það er náttúrulega svart hvítur þarf einhvern veginn að leysa það.
Einmitt. Er einhver ástæða fyrir svartan til þess að hafa áhyggjur af því að hvítur fái mótspil eftir löngu skálinu með drottninga 1? Jú, það er alveg fyllsta ástæða til þess að velta því fyrir sér. Myndirðu ekki samt leika bara biskup F6 í þessari stöðu? Biskup F6, já. Einmitt. Og eftir E5 bara Já, baka sko aftur? já, tilbaka aftur. Já. Hugsanlega gæti hvítur verið þá með eitthvað space og leikið D4 eða riddari í F4, sko. Einmitt. En sko það er oft kostur að þó svo að hvítur fari fram með E5, sko, þá ertu búinn að veikja ýmsar reitir, sko. En ég sé ekki hvað Guðmundur getur gert annað en að fara með riddarann tilbaka. Nei, það er svolítið óvenjulegt að Gummi hugsa núna. Nei, hann er búinn að leika hann tilbaka. En ég er alveg sammála að þetta gæti verið akkurat konkrít, já, hann getur stundum. Það er kannski viss möguleiki að andstæðingurinn viti ekki svona stöðutíð og viti hvað hann er að gera. En Ég ætla aðeins að hvort ég getur fengið upp stöðuna hjá Lenku, hún verðist ekki vera, skákinn fór ekki af stað áðan. Já. Býðum við, jú, hún er komin hérna. er hann ekki? Jú, hún er komin af stað. Hún er að tefla við Claudiu Menkos, alþjóðlega meistari kvenna og þetta er Philidor Vörn sem að Lenka er að tefla með biskup E7 og hvítur leikur A3 og Lenka hrókar stutt. Er þetta rétt að andstæðingurinn sé búinn að Mig grunar að það hafi verið eitthvað netvandamál hjá hvítum. Skákinn hafi ekki farið af stað strax og hvítur hafi tapað tíma eftir byrjunina. Já, ok. Mig grunar það. En kannski gott að velta fyrir sig fyrst við erum með þessa stöðu hér, Helgi, ef að hvítur drepur á F7. Já. Svartur drepur með kóng og hvítur skákar á G5. Hvað gerist í þessu hér? Mig minnir að svartur leikir bara kóng og G8. Kóng og G8, já. Og eftir riddari E6. Já, ég hugsa bara drottning E8. Og riddari drepur C7. Og svo bara drottning held ég. Og G6 eða hvað? Það kæmi, ég sjá. Ég hugsa að það komið sterklega til greina, já, en líka drottning D8, sko. En prófum drottning G6, hvað sem ekki. Sjáum það að svartur er við smá mótspil hér og ef að hvítur er eldistuðin á hrók hérna þá getur svartur hugsanlega tekið á G2. Annar möguleiki eins og Helgi var að tala var að leika kannski drottning D8 og reyna síðan að vinna riddarann á A8 eftir að hann lokast þar inni. Sko mér minnir eins og þetta gangi ekki upp hjá hvítum. Já, einmitt. Að vísu, ég teldi Philidor held ég aðeins 1997 eitthvað svoleiðis. Já. Þá var maður alltaf að velta þessum hluti fyrir sér. Mér minnir eins og þetta eigi ekki allavega með við stöðufræða 1997. Einmitt. En já, hún hefur ekki þorað að fara í það náttúrulega. Nei. Stutt hrókun og C6 og svona staðan núna að Lenka er með rúma 12 mínútur og hvítur er komin undir 7 mínútur. Það er eitthvað farið Þetta er alveg rétt klukka. Já, þetta er rétt klukka. Já, ok, það er mjög mikilvægt þessu. Hvað gerði Guðmundur ef ég má spyrja? Guðmundur, já. Hann leigði, já, E5, já. Þetta fór svona eins og vorum að velta fyrir á gráðan, Gummi bakkaði með riddarann á C6 og hvítur leik drottninga 1 með pressu á skálínunni og Gummi leik biskup F6 og hörfaði síðan tilbaka á E7, hrókur E1 og Guðmundur á leikið þessar stöðu. Sko, núna myndi maður halda að svartur ætti að leika hrókur FD8. Já. Gummi gerir það, já. Og svo að mögulega, ef hann hefur tíma, að fara með riddarann á F8 eftir aðtökum. Já. Og svo dobla á. Og svo það er svona, ætti að vera standardplan í þessu. Já. Við sjáum að hvítur er með mjög augljósan veikleika í stöðunni, þetta bakstæðarpeð á D3. Sko, eitt vandamál hjá hvítum er að ef hann leikur D4 til þess að losna við bakstæðarpeðið, sko, að þá nærðu oft og yfirlega skiptu upp á, gæti til dæmis mögulega ef hann drepur með riddara, drepur, biskup drepur G2 þá, drepið og drepið svo á D4
og svo bara drottning B7. Mhm. Sko, vandamáli í svona stöðutípum sko í Katana er að þegar þú ert búinn að skuldbinda peðið á E5 Já. og þú ert búinn að missa hvítrita-biskupinn, að þá eru svo mörg endotöp sem að eru, sko, þú veist, svartur það er raun og svartur bara að tefla upp á 2 úrslit. Já, einmitt. Og jafnteflið að vinna. Og það er alltaf svona smá, þetta er eitthvað sem maður vill helst ekki, sko, í Katana. Þannig að svona einföldun er til dæmis ekki, þú getur ekki leyst vandamálin alveg, vandamálsstöðunar einhvern veginn svona, sko. Við töluðum einmitt um það í gær, þessa gömlu góðu Capablanca reglu varðandi biskupana og peðin. Við sjáum að biskup svarts tóna vel við svörtu peðina meðan biskup hvíts rekst í sín eigin peð. Og maður geti ímyndið sér í einhverjum endatöflum að hvítu peðin væri veikari en svörtu peðin. Það er svona kannski það sem svartur hefur. Já, á móti kemur sko að allar reglur eiga sínar undantekningar. Já. Og Mikael Súpa sem var svona pælari stundum, hann sagði já, það getur verið að biskupinn sé slæmur en hann er kannski valda mikilvægt peð. Já. Og þetta mikilvægt peð getur til dæmis farið í sig að þú heldur niðri í spili andstæðingsins og peðið býr til pláss. Einmitt. Þú veist, alltaf hættulegt að vera að hugsa of dogmatískt. Já. Skák er dýnamísk. En ég er hins vegar sammála að eftir því sem þú skiptir upp á fleiri köllum og staðan verður statískari, að þá eru þumalputtareglurnar mjög góður áttarviti um hvernig að meta stöðuna. Hvernig er þetta hjá Braga? Við sáum stöðuna eftir byrjuninni á Braga, hún var svona og við vorum að velta fyrir hvað Braga ætlaði að gera. Hann lék biskup B5 eins og við vorum að tala um. Svartur auðvitað valda riddarinn, hann vill ekki fá tvípeð og hann dreipið tilbaka hér og Braga lék D3, drottning E1. Það er svona klassiskt plan fyrir hvítan að sveifla drottningun eitthvað yfir á kóngsvænginn og í sumum tilfellum G3 eða H4 en í þessari stöðu fyrir Braga með drottningun á F2 og hér var það uppskipti og Braga búinn að leika F5. Það skynsamur leikur hjá svörtum síðast þessi biskup F6 og sjáum að svartur þarf að gæta sinna að veiki ekki ýmsa reyti með að leika E5 og gefa hvítum pláss fyrir mennina sína en leið á svartur leikur biskup F6 þá er kannski ekki alveg augljóst hvernig hvítur á að brjótast í gegn strax. Já, en ég veit ekki sko, þetta er nú athyglisvert vandamál sem það er í þessari stöðu. Hvað gerist eftir biskup F4? Já. Biskup F4. Hvað myndir þú vilja gera hér? Sjáum að svartur á 3 kosti, hann getur valið á milli þess að leika E5, biskup E5 eða fara eitthvað með drottninguna. Hvað gerist til dæmis eftir biskup E5? Já, þá er ég að velta fyrir mig leik eins og drottning G3. Drottning G3, já. Og ef ég drep hér? Bara hrókudrepur. Hrókudrepur, já. Hvítur hefur augljóslega eitthvað spil í þessari stöðu. Sko, svona stöður eru oft ótrúlega erfitt að meta. Til dæmis er svartur leikur bara F6, hvað þá? Já, valdar allt hérna. Já. Einmitt. Sko, Sko, má ég leika E5? Ok, ég drep með peði. Og hér. Það var fyrir rókið þangað. Ég er bara að velta fyrir mér hvort að kannski hrókar svartur bara stutt við það. Já, ég gera það sko. Já. Hvítur kannski má ekki vera of ákafur í þessu. Ég hafði meiri áhyggjur af drottning G3. Hann er ekki búinn að leika, það? Þetta er komið sko, biskup E5 er komið. Já, biskup E5 er komið. Drottning G3 núna. Ég múst það einhvern veginn hvað á hvítur að gera annað. Já. Hann verður að setja þrýsting á... Hann má ekki missa, hann verður að berjast fyrir svörtureitunum. Einmitt. Svo er eitt sko, ef við tökum hvernig getum við verið, búin til bara svona silly línu hérna. Biskupdrepur F4, drottningdrepur F4,
drottningur fyrir F4, hrókur fyrir F4 og H5. Þetta bara bull. Já. Það einhugur, það svona, mér datt í hug, það svona fléttur sko að í vissum mómentum gæti riddari A4 verið taktískur möguleiki. Þetta svona einhver sem að Svart þarf að hafa í huga. Ég bara benda á þessa taktísku hugmynd í alls konar afbrigðum og þá þetta eitthvað sem að hvítur þarf að hafa í huga og svartur líka. Það er nefnilega oft sniðugt í takt að þú ert að fá anstæðing til þess að einbeita þér á öðrum vengnum og svo ertu með hugmynd á hinum. Og það var svona, þetta er svona eins og í fótbolta sko, þú ert að hreyfa boltann hratt á milli vængja til þess að geta ráðið síðan á miðjuna. En hvað er að gerast þarna, hvað gerði hann Bragi? Bragi lék drottning G3, já. Þetta var drepið og F6, bara nákvæmlega eins og vorum að hugsa það. Nákvæmlega eins og vorum að velta fyrir okkur. Það sem eitt sem ég datt í hug sko í þessu einmitt var hrókur G4 hérna í þessu stöðu, út af þessu trikki en hann leikur öðru, allt í lagi. Bragi leikur hrókur A til F1. Já, það hljómar, mér sýnist að það sé góður leikur sko. Út af því núna ef svartur hrókerar, þá kemur vantarlega F-drepur E6, biskupdrepur E6 og hrókudrepur F6. Já, þá sjáum við hugmyndin er að... Býtum við, hér kemur hrókudrepur F6. Það gengur ekki. Og það hóta svartur hérna á móti. Hugmyndin hjá okkur var að svara drottningdrepi G3 með að skjóta inn millileik hér og taka sem drottninguna á G3. En það er svartur sem að króka móti Bragi drepur og F6 og hóta máta á F1 og eftir drápi hér þá hvítur enga millileik með hróknum og tapar liði. Þannig að þetta trikk virðist ekki ganga upp. Hrókering virðist þá blasa við að leika. Já. En þú veist, það er hægt að leika svo mörgu hérna að engin ástæða til þess að panikera. Ég sé ekki neitt annað sem svartur að gera, sko. Nei, einmitt. Wilson Lorenzana, hann hugsar eftir síðasta leik Braga og hann leikur B5. B5? Það kæmur á óvart ef það væri góður leikur. Það kæmur á óvart. En, aldrei að segja aldrei, sko. Sko, ok. Hérna væri til dæmis, fyrsta trikki væri F-drepur E6, biskupdrepur E6, hrókudrepur F6, drottningdrepur G3, hrókudrepur E6, en þá var svartur kóngur D7. Og þá er vandamál, ok? En þetta lyktar hérna eitthvað. Já. Þetta lyktar þessu og þá er spurningin, getum við núna hljóta E5 hugmyndir að koma sterklega til greina? Einmitt. Sko, ok, E5. E5 strax, já. Já, E5. Við sjáum að ef svartur drep með drottningu þá missir hann valdið á G-subtöðinu, þannig að F-drepur E5. Já, nú vil ég leika hrókur G4. Hrókur G4, já. Akkurat. Og þá erum við lausir við drottninguna á skálíunni, svartur nær ekki uppskiptum hér. Ok, hugmyndin hjá mér er hrókering. Já. F6. Það er mikið press á svartum hér. Hvað gerist eftir G6? Hrókudrepur, G6. Já. Bara slegið á nóinu, sko. Og hrókur F3. Hrókur F3 og hrókurinn er á leiðinni yfir til H3. Já, það er spurning samt. Drottning H7. Svo drottningdrepur. Nei, drottningdrepur H3, hrókur drottning G7 máta. Já. Hvað erum við að væla hér? Það er nú alltaf lagi að máta. Það er alltaf lagi að máta og við sjáum hvað svipað upp á teningnum eftir hrókur F7, hrókur H3, hrókur H7, drottning E8 máta. Já, B5 getur ekki verið góð leikur. Trúið því ekki. Þú hlýtur að þurfa að leika E5 í þessu. Já. Bara af prinsip ástæðan. Núna má ekki gefa anstæðingur neyngrið. Einmitt. It's now or never. Nei, drottning H3. Drottning H3 hjá Braga. Svolítið soft.
því að vantarlega kemur núna B4. Það er allt og soft. Fá E5 til þess að fá riddarann á E4, sko. Nú hrökklast riddarinn tilbaka á E2 þar sem hann á kannski ekki eins mikla möguleika. Já, ok, ég meina staðan held ég ennþá bara núna, ég held hún sé ekkert verri á hvít, sko. Ekki verri, Nei. en hann er búinn að missa killing momentið, sko. Hvernig er þetta hjá honum Gumma? Það hefur dregið til tíðinda hjá Guðmundi því að þetta fór eins og við vorum að tala nákvæmlega eins. Sko, hann á ekki að drepa með pétur. Það er bara algjör vitleysa. Þú vildi drepa með riddara? Ég vildi drepa með riddara, einmitt út af þessari línu sem, sko, riddari drepa D4, sjáðu, þessu, riddari drepa D4, biskup drepa G2, og ég hef til dæmis, sjáðu, í þessu stöðu hérna, spóla tilbaka. Ef þú myndir leika biskup drepa G2, ef þú riddari drepa E6 núna, þá getur þú svartur bara að drepa með drottning á E6 og sagt, come on, ég er hérna með meiri hluta á drottningavæng, ég er með fína reiti, þú ert að fara að verða veikur hérna. Ég vildi drepa með riddara fyrst vegna þess að svartur væri að fara að drepa með biskup á D4, sko. Æja, svona lífið. Það er þægilegt við það að sitja og kvart og kveina sem skákskýrandi, sko. Maður þarf ekki sjálfur að sitja í skítnum, sko. Já. Maður er alltaf að hafa það í huga þó að maður sé að reyna að vera með líflega lýsingar hérna. Maður sjá aðeins hvað gerðist hjá Gumma, það hefði hérna uppskiptið Gummi. Drepur þarna, þetta finnst mér að vera sérkennilegt. Já, Gummi, og svo drepur hvítur á E6, Gummi drar tilbaka og hvítur er búinn að drepa hér og svona er staðan núna. Er þetta ekki bara maður af hjá svörtum, hjá hvítum? Hvað er hann að hugsa? Hann drepur á E6 með skák. Drepur E6 með skák. Já, kongur F8. Kongur F8. Og eftir hróku drepur C1. Já, hróku D2. Og skák hér, þá hefur svartur tíma til að hróku D8. Bakka með hrókin og þetta virðist bara að vera í góðu lagi hjá Gumma. Þannig að hvað er, Gummi hugsar eftir drottning drepur E6. Kannski var Gummi búinn að reikna þetta allt út. Já. Hann leikur kongur F8. Getur verið að hvítur hafa mistað einhverju þarna. Ég ætla að kíkja eldsnögt yfir á Hallgerði Helgu sem að fékk á sig þessa óvenjulegu byrjun sáum við með drottning E7. Og skákinn þróaði svona svipaðan átt eins og við tala svartur sneri sig yfir í þetta Black Lion sem að Simon Williams er búinn að fjalla mikið undanfarið og gera nokkuð vinsælt. En svartur er enda búinn að hróka líka stutt, þannig að kóngurinn er þetta bakvið þessa veikleika og mér sýnist að Hallgerður Helga hafi náð að nýta sér. Við sáum hérna þennan leik hér, riddari drepur E5 með hugmyndinni D6 skák og svartur leik B5. Og hvað gerðist þá? Halla drap á D7, drottning drepur, biskupinn bakka á B2. En ef hann hefði bara, já, riddarinn er hún í á F8, allt er góð. Já. Veitu, er hún ekki peð yfir? Hún er bara peð yfir, jú, með fína hvíta reiti svona. Já. Þetta er þetta drepur hún á E7, maður hefði kannski viljað halda riddarinn. Já, ég held það. Sammála er því. Engin ástæða til þess að skipta honum upp. En ég sé svo sem hvað hún er að hugsa. Hún drepur á E7, ef svartur drepur með riddara þá fellur peð á G5 og svartur drepur með drottningu. Eins og gerðist þá kemur hérna drottning E2. Já, sniðugt. Með tvöfaldri hótun á B5. En kannski ekki leikið drottning E2 strax hvort þið er? Nei, kannski ekki. Allt í lagi. Flott trikk kannski. Og þetta er staðan. Svona staðan og þetta lítur mjög vel út fyrir Hallgerði Helgu eina. Já, samt stöðulega hefði maður alltaf viljað halda riddarann á F-inu, þvílíkt og annað en stórvöldi. Af því að núna ef opnast B-línan þá B2 mögulega veikt og það er svona, ég veit ekki. En þetta vonandi fer allt saman vel hjá henni, þetta lítur ekki illa út. Vignir sem er með svart hér virðist hafa unnið peð eftir byrjunina. Ég ætla að sjá hvað gerist hér, já. Hvítur satt eftir með tvípeð á sílinu og fórnaði peðinu
með C4 til þess að virkja riddarann sinn og C3 og staðan er svona núna. Vignir er með mun betri tíma og hefur sýnt það í þessum skákum helgina að hann er gríðarlega úrræðagóður í þessum styttri tímamörkum. Hann sneri á hinn efnilega danska skákmann Jonas Bjerre í gær og tryggði sigurinn gegn Dönum. Kóngur D8 hjá hvítum. Ætti svartur að fara í uppskipti helgi eða leika kóngur D2? Sko, praktískt séð út á tímanum þá er náttúrulega kóngur B2 freistandi. Já. En ég har svona áhyggjur af þessum leik, sko. Hvað núna? Hvað svo, já. Riddari E4, já. Hugmynd Vignis þá líklega að reyna að leika C3 og reka hrókinn af D2 og vinna C2-pöðið. Já, þetta er svona aðeins... Hann skákar, já. Kóngur F6. Geti hvítur núna leikið kannski kóngur E3? Já, mér finnst það nú. Já, skákar. Hver er tilgangurinn með því? Er það að fara með hrókinn hérna undir og þráskáka? Geti verið hugmynd núna fyrir hvítan að skilja C2-pöð eftir og leika hrókur D2 Mér finnst þessi taflmennska hjá honum, ég verð að segja, hann er ekki búinn að tafla núna. Þetta er ekki rétt, sko. Ég veit ekki hvers vegna nákvæmlega. Þetta er ekki rétt. Hrókur E8 veit ekki hversu góður er, en alltaf, ég meina... Mér finnst þetta... Já, kannski eitthvað konkrétt, mér finnst þetta bara ekki vera rétt, sko. Ég meina, að því að þú varst með riddara á C5 og þú hefur getað mögulega fært hann á D4, þú veist, það voru margir kostir, sko. Og það er engin ástæða til þess að einfalda taflið þegar andstæðingarnir með lakari tíma, sko. Já. Núna er þetta svona, þessi péð verða svo veik, sko. Svona, já. Það gæti náttúrulega verið eitthvað konkrétt í þessu, ég veit það ekki. Hann er alveg að pressa hann, sko, samt. Þetta er náttúrulega mjög hættulegt flýtið á sílínu. Já. En sko... Já, kóngur D. Það var ekki því, en ok, hann ætlar að fara með hrókinn á C1. Já, hann virðist vera að vinna pöðið núna á C2. Já, andstæðingurinn hefur ekki, held ég, alveg nýtt sín færi eins og best að kosið, sko. Það er að draga til mikilla tíðinda núna hjá íslenska liðinu. Batel er búinn að tapa sinni skák því miður. Staðan er orðin 1-0 fyrir Guatemala en það er gríðarleg spenna í skákinni hjá Braga sem hefur náð að snúa á sinn andstæðing hérna eftir það sem við vorum með áðan. Já, lítur vel út. Það er nú bara að kíkja á stöðuna eins og hún er. Svartur var að leika núna síðast hrókur E8, Braga reyndar bara 1 mínútu eftir. Hann er með mjög sterk miðborðsspil og það var bara spurning hvort hann geti eitthvað komið þeim af stað. Hann leikur drottning G7, já. Já. Er ekki Bragi að taka þetta? Jú, það held ég. Drepur á G6 og við sjáum leið og svartur fyrir eitthvað að fælast í stað með drottninguna til að reyna að valda peðin þá fyrir hvíta D-peðin af stað. Svartur reynir A4 og ætla þá kannski að drepa á C4, já. Hvítur fær fullt af peðum í staðinn á kóngsvagnum. Ég held að þetta hljóti að vera sko. Ég meina maðurinn er 3 peðum yfir. Já. Það er náttúrulega... En hann er með lakari tíma, sko. Andstæðingurinn er að tefla upp á það. En hvað með eins og drottning í E5 í þessu, það er einhver...
Það er stundum sko, þú gætur líka sko stundum fórnað á Esju, til dæmis, svona taka sem dæmi hér, drottning H4, Já. bara sem dæmi, bara absúrt, mögulega, drottning drepur Esju, D6. Já. Einmitt. Við sjáum að þessi gríðarlega sterku miðborðsspöð hvíts, það er erfitt að stoppa þau hérna. Þetta er svona stundum aðferð sko við að losna við svona dót. Ég ætla aðeins að kíkja yfir til Vignis. Vignir er búinn að vinna. Nú, frábært. Og svo vorum að tala að hann er rosalega harður í þessum tíumörkum. Hann vann setupið eins og saman, Já, fór andstæðingur með kónginn þarna. Já, hann hefur ekki teflt vel að hann var komið með sjansa sko. Hann gat alveg til dæmis stillt upp kóngnum á E3 og haft hrókinn á E2 sko. Já, áðan, já. Já, áðan og haldið þannig valda í setupið sko. Og nota bara það hrókurinn á já, en hann er ekkert lamb að leika við að Vignir í þessu. Nei, alls ekki. Og Guðmundur Kjartansson er líka búinn að vinna sína skák. Já, flott. Og sáum að Guðmundur vann mann í miðtaflinu. Já, andstæðingurinn ætlaði að vera aðeins of sniður. Og við sáum þessa stöðu hér á biskup F6. Hvítur fékk þarna 2 peð fyrir mannin en Guðmundur fær. Sáum þarna leik hérna hrókur E2 hjá Gumma. Já, stoppar, hann náttúrulega hvítuvottaði máti í 2. Já, sáum hóttum hvíts hérna, drottning H8 og drottning E8. Gummi leikur hrókur E2 og hugmyndin var væntanlega eftir hrókur dreipur E2 að skáka á D1 og einfalda stöðuna. En eins og þetta teldist þá skákaði hvítur á H8 og lék hrókur C1 og Gummi lék á drottning F3 og þá gafst bara hvítur upp, eða hvað, féll á tíma verðist þér, að féll á tíma? Já, ég sé ekki verið að þessi kolltapa, en þess að biskupinn er rótræft og ef þú leikur til dæmis hrókur F1 þá kemur bara biskup D4. Biskup D4 og F2 verður ekki valdað. Já, þetta var góður sigur, en hvað er að segja hér Braga? Ég meina, það gæti allt Við vorum að velta fyrir okkur þessari drottningafórn, en þetta teldi svona drottning D4, hrókur C7, drottning E5. Nú leikur hann drottningafórn? Já. Já, kemur ekki D6 skák hérna? Það er ekki nokkuð spennandi svona? Við Bragi virðist að falla á tíma. Hvað er að gerast? Bragi fellur á tíma í þessari kolumnustöðu, virðist bara geta leikið núna D6 skák. Við sáum drottningun á E5, þá D6 fráskák og P var upp í borð. Bragi virðist að falla á tíma, ég skil ekki alveg hvað hefur gerst hjá Braga. En Hallgerður Helga er búinn að vinna sína skák. Ok, hvernig fór svo Lenku? Og Lenka er ein eftir staðinu, 3-2, Íslandi vil og Lenka er enn að tefla með þessa stöðu hér. Skipta munni yfir. Hún er skipta munni yfir, já, og hvítur virðist ekki hafa neins sérstök færi fyrir það. Eða hvað? Riddari H1. Hún fer ekki bara með drottninguna á C3. Virðist vera alveg okkarlega örugg á C3. Haldin í virkri. Já, og svo hvað? Tvöfalda H-línunni til dæmis? Já, bara... Já, sko ég myndi segja að frumplanið væri bara F3 og virkja rókinn og það leikur F3 strax, allt í lagi. Hún leikur F3 strax og sjáum þá hugmyndin er eftir riddarinn með G3 þannig að hún skiptum á drottningum. Og hvað ef að hvítur fyrir að sækja þetta peð þá getur fallið hér, já. Þetta er unnið á svart. Þetta er unnið á svartar, já. Það getur verið hugmynd hjá svörtum að losna við hennar riddara og reyna að komast inn með hrókana til dæmis. Já, vonandi bara hún leiki ekki af sér allir skákinni eins og hann á móti þessari tyrknesku. Já, nú íslenska liðinu dugar jafntefli í þessari skák til að vinna viðureigninna. Staðan er 3-2, Íslandi vil og 3,5 tryggir sigurinn. Hún á að vinna þessa skák, sko. En Lenka ætti að vinna þetta, já, ef allt er eðlilegt. Þetta ætti nú líka að vera svona staða sem að hentar henni. Eða veist það, hún að mínu mati hefur til undantekninga að hún gerir mistök í svona stöðu. Já. Það því allt er lokað og svona. Hún leikur kóngur G5. Já, hún er ágætlega þjálfuð í svona.
riddari E3 og nú Hrókur F2. hrókur eftir og sjáum að hvítur þarf að passa núna á leppinu á annar riddurinn, hótunin með riddari C3 skák. Hvítur sér það. Bakka með riddarann. Það er sérkennilegt. Það er sérkennilega ákvörðun. Getur hún ekki bara drepið og hún drepur á F5. Jú. Kóngur drepur væntanlega og lenka er heilum manni yfir í augnablikinu. Hrókur F4. Það er engin sérstök hætta, hvíti biskupinn og Sesar tekur allir þátt í skákinni. Þannig að það er eiginlega ekkert sprikl sem hvítur á. Bara E4, ekki fara að ýta piðinu upp. Hvað, akkur ertu að hreyfa þennan riddara? Jæja. Hrókur handfimur. Jæja, riddari G7 lítur að vera. Hvað er að hrókur G4? Jæja, allt í lagi. Nú þarf hvíti hrókurinn að fara af G-línunni virðist vera. Já, það er rétt. Hann á enga reyti. Hann á enga reyti og þá getur lenka til dæmis skák á F1 og tekið G2 með hrókur F2, það er ekki möguleiki, eða bara vaðið af stað með jáleikur hrókur G4. Hann getur líka vaðið af stað með E-piðið sitt. Lenka hlýtur að vinna þetta og lokatölur vonandi 4-2 sigur Íslands ef allt fer eins og á að fara. Nú þarf lenka að passa sig á biskup C8 skák. Það er eina, já, kóngur E4. Biskup C8 og nú væntanlega hrókur drepur G2. Og nú hlýtur hvítur að fara að gefast upp. Hvítur á 1 sekúndu eftir og leikur biskup E6, já. Kóngur D4 og svo ýta piðinu. Það var náttúrulega riddari F4, riddari E4 og riddari C3 og máta. Já, einmitt. Það hljómar ekkert illa. Já. Og hvítur fættur þetta var flottur sigur. Góður sigur Íslands 4-2 á Gvatemala. Þetta stóð nú tæpt á tímabili en lenka innsiglaði sigurinn með... Já, ég meina að Batir var manni yfir á tímabili og Bragi var náttúrulega með kólunnir langan tíma. Já. Af því í þessari netskák geta menn frosið. Já, einmitt. Svona getur gerst, sko. Við veitum ekki alveg hvað gerðist hjá Braga, hvort það var í einhverjum vandræðum með nettengingu eða hvað það var, en hérna sjáum við inn í skáksalinn, sjáum við Jóhann Hjartarson. Hann ætlar að tefla á eftir. Já, nú er ekki Íran næst. Og nú er það, við. Þú vilt kannski fá einhvern í vitanlega, hvað er að ná í eitthvað? Það er kannski ef einhverju laus og gaman að fá einhvern til að ræða hans. Já. Góður sigur Íslands gegn Gvatemala 4-2, mikilvægt að fá sigur þarna. Við eigum eftir að tefla við Króata og Íra og við teljum algjörlega raunhæft að vinna Gvatemala og Íra og setja press á Króatana. Og ég ætla að reyna að fá önnur úrslit í þessari umferð hjá öðrum þjóðum. Króatar unnu Íra 5-1. Tyrkir eru 3-2 yfir gegn Svíum, sama sem Danir, þeir eru 3-2 yfir gegn Chile, kannski eru Danir að ná sér í sinn fyrsta sigur. Og Serbar og Norðmenn gerir 3-3 í jafntefli. Þeir eru þá á toppnum og það er bara ein skák eftir hjá Tyrkjum. Þeir gætu unnið sigur á Svíum. Íslenska liðið mætir Írum næst í 8. umferð og er með hvítt þá á fyrsta borði. Og Írum hefur ekki gengið sérstaklega vel það sem af er móts. Þeir töpuðu stórt gegn Króatum áðan, fengu aðeins 1 sigur.
og írska liðið er ekki eins sterkt og það gæti verið. Þeir hafa á fyrsta borði FIDE-meistarann Killian Delaney og á öðru borði FIDE-meistarann Steven Jessel og meðalstig liðsins eru einungis 1954 þannig að íslenska liðið er nokkuð bjartsýnt á sigur í þeirri viðureign. Og við erum með hérna gest hjá okkur, það er Bragi Þorfinnsson á eftir, gjörðu svo vel Bragi, fáðu sæti. Hvað segirðu Bragi, við kom eitthvað upp á í skákinni hjá þér? Já, ég var búinn að vera í svona vesinni bara með netting. Já, ok. Það voru þetta fleiri sko og hérna. Já. Og svo bara alveg á krúsíal tímapunkti því ég var nú að bíða eftir að myndi bara gefast upp. Já. Þá bara detti ég svona út og. Ok. Sem betur fer unnu við svona mattsinn skilst mér. Já. Þannig að annars hefði þetta verið ansi bara grátlegt. Ok, já, einmitt. Við vorum með þessu stöðu hérna bara í lokin eftir Drottning B6 og vorum bara að bíða eftir að myndi leika bara D6 og klára dæmið og. Akkurat, já. Mjög svekkjandi þarna að detta svona út, en þetta getur gerst í svona netkeppnum og við erum að reyna að vinna í því að lagfæra þetta en það kom ekki fyrir aftur. Sem betur fer þá kom þetta ekki að sök, íslenska liðið vann góðan 4-2 sigur eftir hörku baráttu. Geturðu sagt okkur kannski eldsnöggt, við vorum að skoða þessa stöðu áðan við Helgi, okkur fannst svona áhugavert hérna í byrjuninni. Við vorum með þessa stöðu hér einhvers staðar eftir B5 þegar við leist Drottning H3, hérna vorum við velta fyrir okkur sem möguleika að leika hérna E5. Já, einmitt, ég var með einhver svoleiðis hugmyndir. Það að láta það virka þarna. Já, einmitt. Helgi var með þessa hugmynd sko eftir eftirbreyf þegar maður leika þá hróku G4 og vera þá laus við drottninguna á skálínunni sko. Við vorum eitthvað að velta fyrir okkur þessu hér og F6 til dæmis. Já. Einmitt. Og hvað G6. Og með þessari hugmynd hér. Og vorum að sjá eitthvað svona fyrir okkur og svo hrókur F3. Já, það lítur nú enda með máti. Já. Og sjá, Drottning H7. Já, hann er alltaf bara, ok, prófum aðeins, Drottning H3. Já, býtum það bara, hrókur A7. Hrókur A7, já. En ok, hvað? Svartur eitthvað barist í þessu. Svartur getur kannski barist eitthvað aðeins í þessu, já. En það var svona hugmyndi sem vorum að velta fyrir okkur. Þú valdir hérna að leika hérna Drottning H3 í staðinn og fékkst hérna býtum við á getur spilað Drottning E7, já, þá kom hrókur H4 H6 riddari F4 hrók G8 Já, riddarinn komið þá. Já, einmitt. Staðan fyrir hrókur F3 þá F7. Í staðinn fyrir hrók, já, eins og vorum að skoða þetta áðan. Já, þannig að í ábyrðinu sko. Vignir kominn af. Já, ok, já. Býtum við hér, hérna, hér. G8, F6. Akkurat, já, í þessari stöðu. Já, Hrókur það F3. var kvartur á sjöndariðurinn. Hrókur F3 virðist svona að liggja beint við en F7 já. mót og Drottning H6 mát. Já. Svartur virðist algjörlega varnarlaus hérna. Einmitt. Sko mín tilgengi var bara að ég var einhvern veginn til þess að fá líka riddarinn á E4. Já, akkurat. Já. Svona fljóðbraut. Já, F5 er sennilega alveg bara þöndilegur í þessu. Já. En segðu mér kannski Bragi, fyrst þú ert þarna hjá okkur, hvernig er fyrir skákmann, atvinnu skákmann í þessu ástandi í heiminum í dag? Hvernig er að komast ekki á mót og hvað gera menn? Menn bara, ég get alveg viðurkennt það, þetta er bara erfitt ástand. Já. Þetta fyrir alla, maður getur svo sem getur að barma sér of mikið en því að allt meira og minna svona liggur niðri en og við skákmenn alltaf erum það heppnir að geta farið á netið og telt. Já, einmitt. Ekki allir með þá, get ekki allir aðlaga sig þannig í þessu ástandi. Einmitt. En þetta er samt ekki sama og ég held að menn sé alveg þyrstir í að mæta aftur bara á skákmót. Já. Erlendis eða heima bara. Einmitt. Komast aftur í rútínu með það. Einmitt.
Hver munurinn að tefla á netinu og tefla yfir borðinu? Já, það er erfitt að segja, ég sjálfur, ég veit það ekki alveg, það bara þetta að lesa í svipri aðstæðingsins og allt þetta sko. Já. Og bara hafa þetta svona snertamennina. Einmitt. Og ég held að þetta sé, og ég held að það sé til dæmis eins og Nakamura, maður sé hvernig hann er sterkari í netskákinni, ég held að hann sé kannski svona þjálfari bara að sjá tölvuborðið. Einmitt. Þetta er eitthvað svona önnur skynjun á borðið. Einmitt. Það gerir þetta er svona aðeins öðruvísi leikur. Já, einmitt. Það vantar ákveðna svona tilfinningu í þessu netskák sem maður hefur svona yfir borðinu, það hlýtur að vera svona... Já, akkurat. Einmitt. Já. En, þú veist, ég segi bara að maður getur ekki teflt neins þar annars þar, bara teflum maður á netinu. Já, einmitt. Það er eini leikurinn í stöðunni. Já. Við þakkum Braga fyrir þetta einleik. Góður sigur Íslands 4-2 og við komum aftur eftir augnablik með viðureign Íslands og Írlands.
Velkomin aftur, kæru áhorfendur. Við erum að undirbúa okkur fyrir 8. umferð viðureign Íslands og Írlands. Við sáum áðan sigur Íslands gegn Gvatemala 4-2 og það er alltaf verið tilbúið fyrir viðureign Íslands og Írlands. Á fyrsta borði kemur inn Jóhann Hjartarson sem teflir við Kiljan Delaney. Á öðru borði Guðmundur Kjartansson gegn Steven Jessel. Á þriðja borði Lenka Batasnikova gegn Trishu Kanyamarala. Hallgerður Helga á fjórða borði gegn Jóhanni Miller. Vignir Vatnar á fimmta borði gegn Tarun Kanimarala. Og á sjötta borði Batel Gautam Heil gegn Laru Putar. Og skákirnar eru farnar af stað. Hérna sjáum við Jóhann með hvítt gegn Kiljan Delaney og þetta er Drottningabæ Spyrun og Chigorin afbrigð, svona óvenjulegt eða svona sjaldgæft afbrigð með riddari C6, riddari C3 og riddari F3 og það drepið á C4. Hvernig er þetta helgi eftir núna E4? Hvað er svartur að tefla upp á? Þá ertu bara komin í hérna móttöki Drottningabæ, já. Afbrigði þar sko, eða leikur E4. Það held ég örugglega. Einmitt. Þannig að það er alltaf þetta tefla. Þetta ekki 8. umferð líka? 8. umferð. Ísland, Írland. Ísland er komið með 6 stig sem sjáum hérna til vinstri og Írar eru með 3 stig í 8. sæti. Og við ætlum að sjá hvort að hinar skákirnar séu farnar af stað. Guðmundur á öðru borði með svart, hann er að tefla sömu byrjun og áðan en fær núna á sig drottning C2 og leikur riddari D7 og þá kemur riddari A3, hvítur hann að vinna þetta peð tilbaka hérna. Ég held að menn drepi á A3 í þessu. Drepa A3, já. Það var allavega hugmynd sko. Já. En ég veit ekki alveg hvernig það stendur sko, ég held að þetta sé allt í lagi og ég held að, þú veist. Og hvað svo, riddari B6? Já, ég held það sko. Já. Ég held að það sé eitthvað svoleiðis. En annars þori ekki að fara með það sko. Gummi er búinn að drepa á A3 og er að hugsa núna eftir B-drepar A3. Já. Lenka er með hvítt hér og fyrstu leikirnir eru komnir hjá henni. Það er C4, E6, riddari F3, D5 og Lenka á leik. Halla er hér með svart í Caro-Kann vörn. Hún er búinn að tefla Caro-Kann vörn alla sína ævi og þekkir þetta vel og hvítur er teflað svona tveggja riddaraafbrigði með riddari C3 og riddari F3 og þá er biskup G4 algengast og drepa á F3 og hún drepur á E4 og leikur síðan E6. Það er þessi klassíska uppstilling hjá svörtum að hafa peðin á C6 og E6 með svartölda biskupinn. Þetta er trauststaða hjá svörtum en hvítur hefur biskup að parið og getur kannski treysta á það svona til lengri tíma. Það er einn möguleiki fyrir hvítarnar að hafa biskupinn hérna á G2 til dæmis eða reyna þá að leika D4 einhvern tíma að hafa þá biskupinn á annað E2 eða D3. Þetta er Jóhanna Gelib sem er með hvítt, fítumeistari kvenna. Svo erum við með Vigni hérna á, býðum nú við, skákin hjá Vigni er ekki farin af stað. Klukkan gengur á hann. Klukkan gengur á hann. Við býðum að sjá hvort að hún hrekkur ekki inn á eftir en Batel er hér á sjötta borði og er eins og Guðmundur að fá á sig Katalan og hún setur biskupinn á B7 og leikur C6 og svona er staðan á Batel á leik. Það er ákveðið vandamál fyrir svartan að þetta peð á C6 virðist vera í uppnámi ef að riddarinn á B8 fer eitthvað af stað. Ég held að við svarta sé að reyna að leika eitthvað eins og riddari F7. Riddari F7, já, hún gerir það. Reynir að losa sig við riddarinn á E5. Það er þessi pressa hér og pressa eftir löngu skáklínunni. Skákin hjá Vigni er ekki enn farin af stað. Já. Má ég tjekka hvað sé þú segir? Vonandi ekki eitthvað netvandamál en þau hljóta að finna út úr þessu.
Skákin hjá Jóhanni svona, hann lék E4 eins og vorum að velta fyrir ykkur og Svartur lék biskup G4. Þetta með press á D4 peð og Jóhann valda það með biskup E3. Drepur síðan á C4. Og Jóhann þér virðist að fórna peðin á E4. Það hefur verið að vinna í svona vigni. Já, það hefur verið að vinna í því með vigni. Er netvandamál? Já, ég held að sé ekkert eftir okkar megin, sko. Já, einmitt. Þeir eru örugglega að byrja skákinn aftur. Hlýtur að vera. Jóhann fórna peðin á E4. Hvað þetta að segja þetta, Helgi? Það nú þekkt svona í svipuðum stöðutypum. Gefa þetta E4 peð. Já, ég held að þetta sé ekki gott í þessar stöðu. Nei. Og heldur hann sé ekki með næga bætur fyrir peðið. Svartur var að leika biskup G6. Nei. Ég myndi alltaf vilja vera með Svartur. Já. Mér minnir eins og sko afrúk ef þú ferð aðeins tilbaka. Bara langt tilbaka í raun og veru, sko. Fyrir meðast tilbaka. Eða að spila hann tilbaka. Sko mér minnir eins og hann í sinni bók sko vilji fórna peðinu einhvern veginn öðruvísi sko. Ég held að hann vilji bara drepa á C4. Já, ok. Það svona áhugaverð lína. Já. Og hvað gerist það eftir til dæmis biskup drepur F3? Ég held að þú bara drepur mig G4 sko. Já. Og gefur D4 peðið? Ég held að við minnir eins og það sé aðal línan hann gaf út bók fyrir nokkrum árum sko. Einmitt. Það er kannski hugmynd þá eftir drottning drepur D4 að leika kannski drottning B3. Já. Og ég held að það sé eitthvað svona en sko þegar Svartur búinn að ná að létta á stöðunni með því að skipta það á einu manni og hvað svo hvíts. Já, einmitt. Ég meina ég held að þetta sé bara slæmt á hvíts sko. Svartur var að leika síðast F6. En ég meina það eitthvað smá spil sem kannski mögulega geti jafnteflis. Ég ætla að kíkja aftur á lenku. Staðan eftir byrjunina var svona og lenka að tefla svona svipað eins og hún gerði í gær með góðum árangri. Hún drepur á D4 með riddara og síðan var Svartur með stakt peð á D5 og framhaldi væntanlega þá biskupinn fer á B2 og riddarinn þá annarkvort á D2 yfir á F3 eða á C3. Þetta snýst svolítið þetta staka peð og Svartur þarf að passa á því að reyna að halda mönnum inn á borðinu til að fá eitthvað spil. Við sjáum stöðun á toppnum í riðlunum eftir 7. umferð að Tyrkir, Norðmenn og Serbar eru ennþá í 3 efstu sætunum. Eru öll með 13 stig. Þessi lið gerðu öll jafntefli í sínum viðureign áðan. Tyrkir gerðu 3-3 jafntefli Svía og Norðmenn og Serbar 3-3 jafntefli innbyrðis. Það er ekkert sem að virðist geta stoppað þessi lönd í að halda 3 efstu sætunum. Hallgerður Helga var að leika síðast riddari E5 og þá kom drottning E2 og nú er spurning hvað þessi riddari Hann fer á G6 lítur að vera. Hann fer á G6, já. Hvítur þarf þá að gæta sín á svörtu reitunum í kringum kóngsstöðuna. Hvað gerist til dæmis eftir F4 í þessu? Kannski alltaf að byrja á drottning C7. Já, drottning C7 á hóta peðinu. Hvítur getur kannski reynt að valda það með að leika D3 eða D4. Já, þá kannski bara jafnvel álitamál að virkja á biskupinn á D7 sko. Ég held að þessi staða sé alltaf lagi á Svart sko. Já. Það sem nóg á spili. Einmitt. En það þarf að vera nákvæmur sko til þess að missa ekki svona stjórn á frítíðarsjónunni. Einmitt. Við sjáum að Svartur ekki ennþá búinn að taka ákvörðun hvar kóngurinn á að vera og þetta komið riddari G6, hvítur á leik. Halla komið með smá tímafórskot á klukkuna. Skákinn á Vigni farin af stað og Já, það er núllstilt, það er gott. Já. Þeir eru hérna með svona semi-slavneska vörn og Vigni leikur þessum sérstaklega leik hérna hróku B1. Hefur séð hann leik áður, ekki? Já, hann hefur leikið þessu áður. Já, hann hefur leikið þessu áður nefnilega. Hvað finnst þér um þennan leik? Ég held að þetta sé alltaf lagi í svona stuttu tímamörkum, sko. Já.
verður síðan bara einhver staða. Þetta verður einhver staða, já. Hugmynd Vignis með að hafa hrókinn á B1 hann getur stutt seinna við að leika piðin á B4 og við sjáum eftir þetta framhald hér þá leikur Vignir hérna F4 fyrst og svo B4, þrengir að svörtum og svo núna B5 og svartur var að drepa núna á C5. Og þá er Vignir hvað væntanlega að fara að drepa á C6 eða hvað? Það er það. Og ég þá veit sem ekki hvað að segja hérna eftir rittar B8. Rittar B8, já, hóta piðinu. Vignir svona, já hann á eftir að virkja mennina sína, rittar hann á G1. En ég meina, er þetta svo slæmt ef þú drepir til þess bara núna á C5? Já. Og hvað segjum rittar drepir C6? Og bara þú þróa þetta rittar F3. Getur verið að hvítur reyni að ná tökum á svörturreitum á miðborðinu og leika kannski biskúp B5. Getur verið ein hugmynd fyrir Vigni. Þessu staðan núna, en Vignir að hugsa ennþá eftir B drepir C5. Já, þú veist það kemur, kannski er ég boðið fyrir hann bara að drepa núna á C5. Já. Gæti verið möguleiki, sko. Já. Einmitt. Þannig að þetta er svona ákvörðun sem þarf að taka. Við sjáum skákina hérna hjá Batel, hún með svart og var að leika C5 og drottning C2 hjá hvítum og C4. Batel komið valda þrípeð á C-línunni. Þetta ekki bara allt í lagi hjá svörtum núna? Ég get ekki betur séð en svörtum standa betur. Já. Svo framlega sem það verði ekki mátaður á góðframlum. Einmitt. Þannig að það var bara spurning hvort þú getur búið til, þú veist það gæti verið hættulegt sko, drottning E2, biskúp B1, það gæti verið smá hættulegt því þú ert ekki með það marga menn á kóngsvagnum. Já. En þú náttúrulega hóta peð á B4 og eða svona er að fara að hóta því sko. Já, einmitt. Það er náttúrulega, þú getur líka stundum leikið einhverjum ljótum leikjum eins og F5 eða eitthvað til þess að af því að náttúrulega það að vera koma með valdaðan frelsingju C4 er náttúrulega afar til langs tíma mjög hagstætt. Já, einmitt. Þú veist, hérna væri náttúrulega tilhneigingu að reyna að fara að setja hrókana á miðborðslínurnar. Akkurat, hrókur í 8 til dæmis getur komið ykkur reyna. Ætti svartur að tefla upp að leika A5 eða bíða með það? Það kemur til greina að gera það strax bara. Já. Það kemur til að vita. Maður þurfti svona aðeins að reikna það út sko. Þú veist það, maður þurfti aðeins átta sig á hver eru afleiðingarnar af því. Það gæti verið bara sniðugt, en þá náttúrulega átti að halda hróknum á A-línunni, ekki. Það gæti þess vegna verið sniðugt að leika hrókur F8 og bíða aðeins með það, sko. Já. Fara fyrst með hrókinn hér og eiga A5 inni seinna til að reyna að brjóta niður hvítu peðan á drottningvagnum. Hún gerir það strax. Já, það kemur alveg, þú veist, það er alveg möguleiki, sko. Það er einn möguleiki í stöðunni er að eftir ef hvítur valda peð og svartur drepur, hann gæti reynt að fara að pressa meira á þetta peð og svo seinna með kannski drottning E7. Já, það gæti hafa verið nauðsynlegt að fara strax í mótspil. Af því að líka núna, já þú veist, hvítur leikur vantarlega biskúp D2 hér. Biskúp D2, já. D8. Til að valda peðið. Já. Alltaf það? Já. Myndu segja, hrókur D4. Það eru einhverja máthugmyndir en já, þú veist, þú mátt ekki drepa strax út á D6 trikki einhverju. Já, þú átt við að ef hún drepur eins og hún gerði og ef hún tekur síðan á B4 framhaldinu að sé D6. Já, við skulum sjá hér, D6. Opna fyrir biskupinn hér og allt í skralli. Þá missir svartur völdin á biskupunum sínum í framhaldinu. Hvítur skákar H7, þá kemur vantilega kongur H8 og hvítur eitthvað að velta fyrir sér að svefla hróknum yfir á kóngsvanginn eða eitthvað? Já, það getur verið. Ég hef nú ekki mikla trú á það að sé eitthvað sem sé að fara að virka. Virðist ekki vera hættulegt allavega. Út af því þú átt alltaf líka svokallega friðreitavörn með því að svefla hróknum á A6, en núna þarf að hugsa
Já. Ég meina, ég held að þetta sé tóm steypa hjá svörtum. Hvítum bara. Nei, hjá hvítum fyrirgefðu. Já. En það þarf að bera virðingu fyrir að þetta eru trikk. Ég meina, hverju hótar ég meina? Drepi og þú veist, svo kongur Gisju og hvað svo? Já. Þú veist, til dæmis bara væri mjög freistandi að leika B3 til þess að hafa enn meiri, þú veist, valdaðan frelsingja. Akkurat. Hvítur þarf þá væntanlega að hafa gætur á biskupnum sínum að H7. Gæti drottningin farið eitthvað yfir hérna? Já, en núna getur við unnið tempó aftur með biskupnum á 7-8 sem dæmi. En þú þarft ekki nota það akkurat núna, sko. Ég er ekki viss að það sé skynnsemi í því, sko. En það er alveg ljóst að í stöðunni ef að Batil nær að stoppa hótanir hvíts og kongsvagnum þá á hann þessi hrikalega sterkur peð á drottningavagnum í framhaldinu og leikur biskup E7 og hótar hróknum. Já, ég maður að detta í huga að gera það áðan eftir þú stakst upp á drottning F5, sko. Já. Hrókur H5. Já, núna til dæmis bara sko núna er B3 nefnilega ekki eins gott út af því að það getur komið drottning við B3. Það vísaður onni þá H7. Allt í lagi, þú getur alveg leikið B3. Bara leika B3. B3, já. Það sem að Helgi að velta fyrir sér drottning við B3 og hrókur við C7. Þá þessi biskup í uppnámi og þetta peð mjög hættulegt á B3 í framhaldinu. Já, ég meina ef við klárum línuna, já. B3, drottningdrepur, drottningdrepur, onni á H7. Ok, hvað viltu gera? Veistu, ef þú, já, bara B2, veit ekki. Og hrókdrep B5 þá, fyrir með hrókinu undir. Þetta hlýtur alltaf að vera unnið á svart. Já. Þetta B-peð verður ekki stöðvað. En þetta er mjög áhugaverð skák, verð ég að segja. Áhugaverð stað, drottning D6 er ekki góð leikur. En við getum svo kannski þurft að kíkja á aðra stöðu. Já, B3 var miklu lógískari leikur á mínum mati. Sjá til dæmis eftir B3, það er bara svona til fróðleiks, B3 og við skulum segja að sá hvítur myndi leika drottning B2 á hóteimsu. Og þá áttu sko biskup F6. Myndi ég halda. Já. Eða ég ætla bara biskup drepur A3. Já. En að drepa hér í þessari stöðu. Jú, og líka fyrirgefðu, fyrir utan það sko. Já. Fyrir utan bara, já, þannig að drottning, jæja, kíkjum á aðra stöður, svona rennum aðeins yfir hvernig heildamyndin er á matsinum. Ég ætla aðeins að fara aftur á fyrsta borðið til Jóhanns. Heyrðu, Jóhann, ég get sagt þér eitt. Hann er að tefla við írskan skákmann og þetta er sá skákmaður sem ég hef teflt flesta skákir í röð við. Já. Á hraðskot, chess.com. Já, ok. Killian Delaney. Hann er, já, ég myndi segja að hann er svona trikkari, sko. Já. Meðan við okkar skákir, sko. Hann var einmitt alltaf að tefla eitthvað svona tíkorinn dót á móti mér. Jóhann var að drepa núna síðast á C7 með biskup. Hann var að vinna þetta peð aftur. Já, en náttúrulega er hugmyndin hjá aðstæðum leika drottning D5 og spyrja hvað það þarf að fara að gera væni. Þá getur verið hugmynd að skáka á F3. Og hvað er að gerast í þessu? Hvað þarf hann að leika hrókur E3 eða hvað? Ég veit það ekki, ég veist, það kemur... Man veit ekki alveg hvað er best að gera. Smá trikki, en þetta er samt ekkert, jú, ok, prófum hrókur E3. Hrókur E3, já, segjum drottning drepur B3. Já, þá er það spurningin, sko, ok, riddarinn og DP og A7 gæti verið veikt. Hvað var góður einhver? En prófum bara eitthvað svona simpul hrókur A1. Hrókur A1, já, hótapeðinu á A7, einmitt. Gæti kannski komið hrókur A8. Eða kannski önnur hugmynd væri kannski hrókur F7. Hér? Já. Já. Og eftir hrókur drepur A7. Hrókur C8. Hrókur C8. Mér líst ekki nóg. Það vantar alla árásapunkta hjá hvítum og þetta er ekki. Já, svartur leik E5 og Jóhann svaraði því með biskup A5 og svona er staðan núna.
svartur drepur á D4. En ef þú drepur tvisvar, hvað ertu að fara að leika drottning G4? Ég meina þá er þráskák mögulega. Kóngurinn plantar sig þá á G6. Já. Ég veit ekki, þetta er svona skákmaður sko. Ég var stundum alveg brjálaður að tapa fyrir honum. En ég var samt yfir sko. Já. Við tefldum bara marga klukkutíma í röð. Já, ok. Þetta var bara 30-40 skák á einvígi. Já. Það var mjög skemmtilega skákir sko, af því hann er mjög hugmyndaríkur og sókndjarfur. Ég er að kíkja hérna þessa stöðuna hjá Hallgerði Helgu. Hún var, hún ákvað að hróka langt. Þetta fór svona svipað eins og vorum að tala og hún leikur biskup D6. Það pressa á F4 peð og H5. Og þá kom F5. Drepið, drottning drepur, kóngur B8. Og svona er staðan núna, hún er að drepa á G2. Hvert fer hún með riddarann eftir G-drepur F6? Já, ég er einmitt að hafa smá að gera því. Hvað er að gerast hér? Sem að riddarinn á eiginlega reyti til að fara á. Og ef hún drepur á F6 með peði, þá þarf hvítur ekki að drepa með drottningu og leyfa hrók á G8, heldur getur bara drepið með kóng hér og kóngurinn virðist alveg vera öruggur hérna bara H1. Þannig að það er nú samt, þetta er náttúrulega samt spilmögul, nei, þetta er ekkert spilmögul, þú biskupinn á F4, þú líka þá að ráðast og kóngurinn á D8. Já. Þetta er bara tapað. Við höfum smá ágjör á því, já. Staðan hjá Lengur orðum svona, svartur er með þetta staka peð á D5 og Lengur er með völdina á C-línunni. Bakkar á C3. Það geti ímyndað sér að öll endatöfl væru góð fyrir hvítan í þessu með þetta stakpeð á D5. Og nú getur svartur valið hvort hún vilji fara í uppskipti á drottningum eða halda drottningunum inn á, kannski með drottning G5 eða eitthvað svoleiðis. Ég veit það ekki. Lenka er með mun lakari tíma. Hún er með mun verri tíma, hún er bara með 2 mínútur gegn tæpum 10 mínútum. Ég ætla að kíkja aðeins yfir til Vignis aftur af því að Vignir er komið með þetta peð upp á C6. Og staðan er svo núna eftir biskup B6. Og Vignir leikur C7. Og nú sjáum við hugmyndina sér að ef svartur drepur með biskup þá fellur riddarinn á C5, en ef svartur leikur bara Drottning F6 við þetta. Já, drottning F6. Ef það er eftir drottning F6, sjáðu það hérna. Af því vantarlega er hugmyndin drottning D7 riddari E5 eða ekki? Já. Það væri frístað, eða vísu kannski drottning E7 þá. Hann fer, eða hún fer með drottninguna á E7 strax. Já, myndi maður ekki halda að það væri frístandi að leika. Sko ég myndi halda að það væri frístandi að leika hér biskup D3. Biskup D3, já. Eða, veistu hvað, já. Eða fókus, þú þarft einhvern veginn að þróa stöðuna, sko. Já, biskup D3 kom. Vignir gerir það, já. Riddarinn á C5 er leppur í augnablikinu og hann getur samt drepið á D3 með skák. Já, það kemur bara drottning D3. Hann er með tíminn á þessu, já. Vignir er með örlítið betri tíma, 8 mínútur gegn 7. Sko í svona, að maður teflar að maður hefði alltaf að halda mómentinu gangandi annars bara maður, þar segja hvítur, hann er búinn að leggja svo svakalega mikið á stöðuna. Já, hann er búinn að veikja peðið sitt á E3 og með peðið sitt á C7 og hann þarf að halda frumkvæðinu gangandi af því að gæti farið illa ef að hvítur missir þráðinn í þessu. Það er spurning eins og þessu stöðu að leika annarkvort biskup A6 eða B7. En hún leikur biskup A6. A6, já. Það er svona. Það
nú hægt að líta allt og vel út, myndi ég halda. Nei, einmitt. Smá En það er samt álitamál hérna. Byrjum við. Já, ég ætla að koma þig út í kosmóið. Fiskudraupur E4. G-draupur. Og þá er það spurningin. Já, það er alls konar vandamál hérna. Ég var að velta fyrir mér riddari D4, sko. Já. Einmitt. Spurning hvort það sé hægt að halda stöðunum svona saman einhvern veginn. Já. En ég líst ekki nógu vel á þetta, ég held að þetta sé aðeins too much, sko. Já. Vignir hugsar ennþá eftir biskup A6. Já, skiljanlega, ég held að þetta sé ekki góð staða. En sjáum, hvernig förum aftur yfir þetta frá Jóhanni og aftur niður, hvað er Jóhanna? Ég ætla að sjá að þið vorum ekki búin að kíkja lengi á stöðuna hjá Batel. Já. Hvernig þetta þróaðist hjá henni. Hún er að reyna að halda upp einhver vörnum á kóngsvagnum og fyrir uppskipt á hrókum, já. Og staðan er svona núna, hún var að leika F5 síðast. Hún var að leika F5. Já, en spurning með biskup C3 núna. Já. Það eru tvei leikir sem ég er að hugsa með, annars vegar sko að drepa. Já, það búið ykkur H6. Svo hvort að gangi upp að drepa hér og leika svo biskup C3 eða hvort að gangi upp að leika því strax. Eftir biskup C3, hvað gerist hér til dæmis? Skák, drepið, skák hér og sjáum leppurinn á Gisupeið og drepið hér. Ég held að þetta sé tap á hvitt og svartfík. Tap á svart, Já, erfitt. Ég veit það ekki, ég kemur kannski núna, kannski möguleikar og grefni. Mér sýnist nú að þessi kraft meira að drepa bara á H6 strax. Drepa strax á H6 í þessar stöðu. Hvítur gerir það, drepur á H6 og þá er hugmyndina eftir G-drepur á H6 opnast langa skálinan. Biskup C3 vinnur drottninguna. Þannig að Batel getur auðvitað leikið Hún var að leika kongu G8. Þá getur hvítur drepið hér eða eitthvað. Já, þannig að með tempóið með að við hitta aldrei að vísu, sko. Ég myndi alltaf bara upp á að reyna að búa til einhverjum flækju, drepa með F2. Já, einmitt. Drepa með F2, það hótar svartur að drepa á F2 og kannski vonast til þess að geta tekið á D5 líka seinna. Já, líka af því að þú ert núna komið með, sko, drottning D3, moment, sko, sem tempó. Einmitt. Einmitt. Ég held þetta, ég veit það ekki. Þetta fór svona hvítur að hugsa, já. Já, af því að þetta er svona skák sem svartur átt að vinna mínum að þetta er fyrst. En allt í lagi, ég meina, hvað gengur þetta? Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Ok, hvernig er þetta hjá, er það ekki Gummi sem er að tala? Það er Gummi, það er langt síðan að við kíktum á Gumma og við vorum með þessa stöðu hérna eftir byrjunina. Gummi drap á A3 og gaf hvítum tvípeð og hvítur hann að losa sig við það. A5, drepið og drottning B8. Já, einmitt, þetta var akkurat það sem ég var að hugsa. Já, við sáum ef Guðmundur hefði drepið riddarann á G5 hérna þá getur hvítur drepið á E8 og unnið hrókinn á C6 í framhaldinu. Þannig að Guðmundur Hann hefur sennilega mist aðeins stjórnsamt á þessum drykkum, sko, en alveg sama. Stöðulega ætti þetta að vera allt í lagi, sérstaklega að drepa á H7, því hvað er riddarinn að fara að gera, sko. Einmitt, riddar drepur H7, kóngur E7. Og hvítur virðist ekkert eiga neitt augljóst framhald í þessu. Guðmundur hefur auðvitað þetta B-peð sem getur verið hættulegt seinna. Þetta er komið á byrju kóngur F8, hvítur er að hugsa. Þetta er kóngur F8. Ég ætla aðeins að kíkja á lengu á þriðja borði staðan. Hann er svona mæleika riddari E2. Það hefur lítið gerst nema það var uppskipti á biskup fyrir riddara og myndum við ekki halda að þetta væri svona vænlegt til langs tíma fyrir lengu, held ég. Já, með 27 sekúndur eftir. Já,
Já, það kannski ekki Andstæðingurinn er greinilega að tefla upp á þetta. Jú, náttúrulega það er náttúrulega mikill kostur að ná að skipta upp á biskupnum fyrir riddarann. Biskupinn hjá Hvítum var passífur og riddarinn var mikilvægur varnar og biskupinn er kominn á C6. Já. Þannig á borðinu, ef þú bara læsir hann að fara með riddarann á D4, ég meina, auðvitað lítið það ágætlega út. Já. En það var tíminn, sko. En þetta er svona einhverju leyti rútínustaða en það er alveg sama, sko. Og náttúrulega er að tefla upp á einhver trikk, andstæðingurinn. Skákar á D6, lenka fyrir tilbaka. Það er að endurtaka stöðuna núna en þá drepur lenka á C6. Það er skrítin ákvörðun. Það er mjög skrítin ákvörðun. Kannski virkar svona ótímabært að drepa strax á C6. Leikur hrókur C5, hún er væntanlega að hugsa að drottning C2. Já, en það sko kosturinn við taflmennsku andstæðingsins er að hún er bara að tefla upp úr trikk. Akkurat. Og nú sjáum við eftir uppskipti á C2 þá Hún er ekkert að tefla stöðuna, sko. Einmitt. Ég held að Lenka sé að vinna þetta. Já. Til með drottning G5 núna, Akkurat. það getur bara drepið á C6. Einmitt. Og þá sjáum við hugmyndin með drottningin á C2, hún valdar H7-reituna eftir hrókudrepur H3. Þá endar þetta með máti hér. Þannig að svartur hugsar eftir drottning C2. Staðan er svona, já. Já, ég held að þetta sé bara alveg skítastaða svartans. Já, einmitt. Ég held að þetta bara tafla. Þetta er kannski aðeins og yfirborðskennd afmennska hjá svörtum. Aðeins? Já. Já, ég held að þú myndi sleppa aðeins. Já. En maður þekkir svona típur, sko. Já. Þannig að já, hún reynir þetta. Já. Já. Lenka sem betur fyrir eldri en 2 vetra í þessum bransa. En núna er alltaf lítur líka séð A1 hafa átt að skáðlína. Einmitt. Að koma inn í. Lenka skákar á C8 og nú er spurning með drottning C3. Já. Svarta þarf að passa sig að þið leikir ekki drottning F6 núna, getur komið hrókur G8 skák, hann leikur D4. Sem kannski einu svona sprikkleikurinn í stöðunni. Lenka bara drepur þetta. Hún er 2 piðum yfir og svartur er ekki með neina sérstakar hótanir. Þetta lítur vel út. Það lítur vel út. Ég ætla að kíkja aðeins yfir á Höllu. Hún er rosalega tæp á tíma. Með gott tapað. Já, hún tapaði manni í byrjuninni. Kemur ekki bara drottning G7? Eitthvað er drottning G6 þá eitthvað? Nei, með hvað? Já, til dæmis. Hún leikur drottning E7, já. Skilur þú að leikur drottning? Nei, það er bara búið, sko. Skilur þú það? Já. Okkur D. Já. En núna, nei, hún gat ekki heldur gert það. Bara drottning C7 skák, þetta er búið. Já. Riddari D þannig að réttur. Þetta er bara búið. Og Halla virðist þurfa að gefast upp hér, þetta er algjörlega búið. Því miður, við sáum að ef við förum eldsnögt tilbaka, við sáum að ef hún hefði drepið á D6, þá getur hvítið drepið og lengir hrókur E8 og mát. Þannig að því miður virðist Halla vera að tapa þessari skák. Hún er enn að berjast reyndar, en... Já, andstæðingar með rúma 3 mínútur eftir. Já, hún er búin að gefast upp. Staðan er 1-0, Írlandi í vil. Ég ætla aðeins að sjá aftur hvað er að gerast á Batin, það er mjög spennandi staða þar ef við förum eldsnögt hérna tilbaka. Já, hér eru mér. Hérna eru heldur betur mikla syndingar. Hvíti drap ekki þessi, þú drapir F5. Já. Drottning drepur, kongur H3. Það er ekki bara missa hrókin á A6 eða eitthvað. Og staðan er svona núna. Veitu, hvað er að segja? Ég meina, er þetta ekki bara... Hvað er máti hjá hvítum? Ég meina... Það er biskup H5. Já, það var samt að passa sig, sko. Það er að passa sig, hún leikur biskup E7 skák. Hvað hefði gæst ef hún hefði drepið hérna á H6? Ég hef verið smá ekki fullum mögulega út af biskup H7. Já, við sáum hugmynd hvíts, eða einu hugmynd hvíts hérna er náttúrulega að leika biskup C3. Já. Þannig að kóngurinn hefði þurft að fara eitthvað flott. F7. Já. En ég held að það sé nú samt allt í lagi, sko. Já, og fela sig einhvers staðar hérna bakvið. Já. Það sé allt í lagi. En hún velur að halda frumkvæðinu hérna í sókninni, leikur biskup E7 og kóngurinn er komin á G4. Jæja, núna ertu með marga valkost. Þú getur skákað á F3 með drottningu og bara hitt biskupinn á F5. Einmitt. Eða þá er mögulega telt upp á mát. En
Hvað er að því í sjálfu sér að, nei, núna kannski mátt alls ekki drepa H6. Út af biskup H7. Það er bara mátt. Nei, þú átt biskup F6. Já. Bara kongur F8. Ég held að það bara getur bara drepið rókin. Sé ekki betur. Batil virðist eiga 2 góða kosti að drepa rókina H6 eða skák á F3, hún er að hugsa. Hún á bara 30 sekúndur eftir. Og svo getur við líka sniðugt að græða tíma bara með að skáka fyrst á drottninguna F3 og fara svo aftur tilbaka. Já. Getur verið svona fagmannlega leiðin að þessu. Ég er því miður með slæm tíðindi því að Lenka er búinn að tapa sinni skák. Ertu að meina það? Það sem gerðist var að við vorum með stöðu hérna áðan þar sem að Lenka var 2 pm yfir. Ja, hérna náttúrulega bara leika rókur. Hérna bara dreif drottningtíðan bara leika rókur C4 og 2 pm yfir. Já. Hún leikur drottning C5 og skákar á F8 og svarti kóngurinn flýr út á borðið. Já, þetta er mjög sérstök aðferð við að vinna. Og hér fær svartur mjög hættulegt mótspil og þetta endar með máti á H1 því miður. Já, þetta er mjög slæm tíðindi. Já, þannig að íslenska liðið er orðið 2-0 undir gegn Írum og nú verðum við að treysta á Já, á hverju eigum við að treysta? Á það sem að eftir sitja. Hér er Jóhann, hann virðist vera, já, hann er skiptamun undir. Bara rókur F4. Rókur F4 lítur vel sér vel út. Ef rókur F5. Rókur F5, allt í lagi. Biskup D6 kannski, ég meni þetta er ekki beinleiðis ferð til fjár þessi viðreið. Nei, en Vignir er enda búinn að vinna. Já. Vignir er búinn að vinna. Hann er hetja. Vignir segur, við sáum reyndar ekki alveg hvað gerðist þarna en Vignir virðist hafa komið vel út úr þessu, voru með þessa stöðu áðan hérna. Hann gerði það eins og þú varst að tala hann drap og leikur ítari D4. Já, og þú átti ekki að leika E5 í þessu. Ég meina, þú átti ekki að gera það. E5 þetta, okkur rítar F5 og drepi hér og þetta virðist vera nokkuð hagstað uppskipt fyrir hvítan. Já, guðminn alveg. Hann heldur peðinu á C7 og Vignir vinnur mjög sannfærandi úr þessu. Vel gert til Vigni, hann kemur okkur í 2-1 en Jóhann er búinn að tapa. Já. Staðan er orðin 3-1. 3-1 fyrir Íra og Guðmundur og Batil er að enn að tefla. Gummi er að vinna, hann er manni yfir og andstæðingurinn er á lakkinu. Já, þetta þurfum við ekki að skoða þetta er þetta hjá Batil. Gummi er að vinna þetta og Batil er með kolunutafl. Jæja, en þetta er ekki búið fyrir að feita konan hefur sungið. Já, það er rétt. Biskup F5, nú hlýtur Batil að Drottning H7. Já. Er hún ekki svolítið taktísk Batil? Já, mjög taktísk. Þannig að hún sé sína taktíkina í sinni eigin stöðu, nú máti 2. Drottning H6 og biskup F3. Það er máti 2, það er nú ekki svo slæmt. Máti 1. Glæsilega gert. Jæja, við náðum þó jafntefli. Já, nú er bara spurning hvort að Gummi ná að klára þetta. Staðan er svona eftir drottning F4, hjá hvítum Gummi á bara 14 sekúndur eftir og er að hugsa. Vonandi það sé ekki einhver netvandamál. Nei, Gummi leikur drottning E3. Sjáum að uppskipt á drottningu væri hagstæð fyrir svartan, hann er heilum riddara yfir. Já, þetta er fræðilega gert hjá hann. Og ef að Gummi vinnur þetta þá bjargar hann 3-3 jafntefli í viðureigninni. Það leit nú betur út. Áðan lenkaði með vænlega stöðu sem hún misti niður. Já. Kóngur F3. F5. Gummi gerir það. Drepið og nú vinnur Gummi bara H5 peð og lappar svo með kónginn á G4 og tekur F4 peð. Það er að gefa þetta. Nei. Þetta er algjörlega búið. Já, þetta var stór slys hjá henni Lenku. Já, því miður þá endar þetta 3-3 að öllum líkindum og Ísland fær þá 1 stig fyrir það og færist þá upp í 7 stig. En það að pattan. Já, það er alltaf að reyna svo sem. Það kann líka núna líka F2 og máta því. Já, einmitt. Nei. Nú
og það komið að passa sig að leggja ekki F2 núna, hann var í patt, hann leggur yfir F4 tilbaka. Nú kemur F2 skák og ef að hvíti leggur kóngur F1 þá getur Gummi bara farið í burtu með riddarann og hleypt kóngnum þá út á E2. Já, hvað hann gerir. Já. Nú hlýtur hvítur að gefast upp. Já, hann gefur það. Lokatölur 3-3 í þessari viðureign. Íslenska liðið fer upp í 7 stig og það er spurning hvað Svíar að gera. Hvort að við jöfnum þá að vinningum eða hvað. Já, hvað Svíar að gera? Þeir eru að tefla við Dani. Já. Það er nú ekkert mikið gengið hjá Dönum í þessu móti sem af er. Það kemur óvart. Já, það er mitt. Ég er að bíða eftir að fá úrslit hjá Svíum og sjá hvort að íslenska liðið á möguleika á að skjótast upp í 5. sætið. Hér er sagt gott að sjá að Helgi virði 2 metra fjarlægina. Já, Ég er að reyna. En eins og kannski sumir skákstjórar það þurfti að vera hérna með málband. Já, það er mitt. Fyrst ekki að vera með málband. Ég er ekki alveg viss að slík mæling væri mér hagstæð. Við erum ekki komið með úrslitin ennþá í viðureigninni hjá Svíunum. Nei. Við erum að bíða eftir að fá uppfærð úrslit í hinum viðureignunum. Þetta var svolítið svekkjandi af því að við vorum að vonast til þess að geta unnið Írana hérna áðan. Já, sko, þú veist að því að Lenka var búinn að beita ákveðinni aðferð við að vinna skákina. Já. Að þá af því að hún hefur misreiknað sig að halda að hún væri að þvinga fram, þetta væri eitthvað mát eða eitthvað. Já, En oft á tíðum á móti svona andstæðingi þá er langbest bara að sjá fyrir hvað hann er að fara að gera og koma í veg fyrir og svo bíða bara eftir að hann haldi áfram að leika af sér. Já. Og því að viðkomandi er bara að tefla upp á tímann og er að tefla yfirborðskennt sko til þess að það þarf svona smá aga og einbeitingu. Það kemur, það er alveg, þetta er dýnamískt. Sko viðureign Svía og Dana er enn í gangi, staðan þar er 1-1 og það væri kannski bara forvitnilegt að kíkja á svona. Já, getum við ekki kíkt á hana? Við getum kíkt á viðureignina bara. Já. Fljótheitum að sjá. Ættum við að fá upp skákirnar vonandi. Hér erum við með Hér er skák að ljúka, Svartur vann, það er Elinor Frisk, sænsk. Já, Daninn vann, það er jákvætt, ekki satt? Nei, Svíinn vann, sænska skákkonan vann. Nei. Svart. Nei, já, fyrirgefðu, ég horfði á þetta vitlaust. Já. Já, þannig að staðan er þá 2-1. Og hvernig er þetta annars? Ég held þetta sé Aðalsteinn Thorarson sem er með skemmtilega komment. Já, Aðalsteinn spyr hvort að Svíar sé ekki yfir. Ég er að reyna að... Getur ekki séð fleiri skákir úr fyrir viðureign? Það virðist allt vera búið en þeir eru eftir að uppfara úrslitin sínist mér. Heyrðu, hann Aðalsteinn er nú traust heimild fyrir ýmsu, hann segir að Svíar séu búnir að vinna. Já, Svíar búnir að vinna og Svíar eru þá væntanlega komnir með 9 stig og halda þá 5. sætinu. Já, en er ekki Ísland að búa að tryggja 7. sætið fyrir síðustu umferðina? Ég ætla að fara eldsnögt yfir úrslitin þegar eru komin Króatar unnu 40 sigur á Norðmönnum og Króatar fara þá upp í 12 stig og eiga þá möguleika á að næla sér í 1 af eftir 3 sætunum í lokaumferðinni. Ísland og Írland gera 3-3 jafntefli, Guatemala vinnur 3,5, 2,5 sigur á Chile, Svíar leggja Dani 4,5, 1,5 og Tyrkir vinna 4-2 sigur á Serbum og Tyrkir eru þá efstir í riðlinum fyrir síðustu umferð. Þetta er þá þannig að Tyrkland er með 15 stig. Já.
Noregur og Serbía með 13, tapaði ekki Noregur? Jú. Króatar með 12, Svíar með 9, Ísland með 7 og Írar með 4, þannig að, og Guatemala með 4, þannig að Ísland þegar í 7. sæti, en íslenska liðið getur leikið stórt hlutverk í örlögum Króatíu, og af því að þeir hafa nú unnið okkur svo oft í handboltanum og svona, þá segi ég áfram Ísland! Og við látum þetta vera loka orðin í bili. Við komum aftur með næstu umferð eftir skamma stund viðureign Íslands og Króatíu sem hefst klukkan 4. En við tökum svona 10 mínútna pásu, fylgist með eftir 10 mínútur Ísland-Króatía. Já.
Komið sælir aftur, áhorfendur góðir. Við erum að gera allt tilbúið fyrir síðustu umferð í þessum riðli Íslands á Ólympíumótinu í netskák. Andstæðingar Íslands í 9. umferð eru Króatar og Ísland hefur svart á fyrsta borði. Liðskipunin er komin upp og staðan fyrir síðustu umferð er líka komin upp hérna til vinstri. Við sjáum að Tyrkir eru efstir með 15 stig. Norðmenn og Serbar í næstu sætum með 13 stig, Króatar 4. með 12, Svíar í 5. með 9 og Ísland í 7. sæti með 7 stig. Og íslenska liðið er öruggt í 7. sætinu. Írar geta ekki náð okkur og ekki Guatemala heldur. En það er spurning hvort að íslenska liðið nái því sænska að vinningum. Íslenska liðið þarf þá að vinna að stigum afsakið. Íslenska liðið þarf þá að vinna Króata í síðustu umferð. Og Króatar koma til með að leggja allt í þessa viðureign því þeir eiga möguleika á því að skjótast upp í 1 af 3 efstu sætunum sem að gefa áframhaldandi þátttökur eftir mótinu. Efstu 3 löndin fara upp í fyrstu deildina. En ég ætla að fara yfir viðureignir Íslands í síðustu umferðinni. Bragi Þorfinnsson á fyrsta borði hefur svart gegn Ivan Saric, þeim þrælsterka stórmeistara. Helgi Ás Gretarsson hvítt á öðru borði gegn stórmeistarinn Marin Bosjosic. Lenka Patasnikova svart á 3. borði gegn Borku Franciskovic. Hallgerður Helga hvítt á 4. gegn Mirjanu Medic. Vigni Vatnar svart á 5. gegn Leon Levic og Batil Gautam Heil hvítt á 7. borði gegn Enu Hvítan. Og skákirnar eru að fara af stað. Hvað á hverju? Við vorum að fylgjast áðan með Helga Ás Gretarsinni með skák Guðmundar Kjartanssonar. Guðmundur tryggði 3-3 jafntefli gegn Írum með þessu sigri hér og nú eru skákirnar að fara af stað. Helgi var kallaður inn í liðið, teflir viðureignina gegn Króatum. Við ætlum að sjá hvort ég fá ekki upp skákirnar hjá íslenska liðinu. Hvað erum við komið með hér? Við reynum að fá upp íslenska liðið hérna. Við viljum ekki hafa Svíana hérna. Eru skákirnar hjá íslenska liðinu ekki farnar af stað eða hvað? Hvernig er þetta? Hérna kemur þetta. Hérna erum við komið með skákina hjá Braga, hún er farin af stað. Bragi með svart gegn Ivan Saric og Saric er búinn að leika E4, Bragi leikur E5 og við fáum upp spænskan leik eftir biskup B5 og Bragi hugsar. Helgi er farin af stað líka gegn Marin Bosjosic og það er Fílitor vörn. Við vorum að ræða þetta áðan við Helgi Fílitor vörnina. Áðan vorum við að leikja biskup C4 sem er algengastur í stöðinu og Helgi hugsar. Lenka á 3. borði er með svart í enskum leik gegn Borku Franciskovic. Halla með hvítt á 4. borði í franskri vörn. Hún er að tefla hérna Tarras afbrigði með riddari D2 og eftir riddari F6 kemur E5, biskup D3, hún þekkir þetta nú vel. Vignir með svart í hollensku vörn gegn alþjóðlega meistaranum Leon Levic. F5 og hvítur leikur riddari C3 og plan hvíts er að drepa á F6 og gefa Vigni tvípeð. Og hugmyndir hvíts í þessu afbrigði snúast yfirleitt að reyna að sækja þessu peði svarts á F5 og það eru margar leiðir til þess. Ein leið er að fara með riddarinn á F4 og drottninguna hingað á F3 og hafa auga með þessum peðum á hvítu riddaranum á miðborðinu sem er svona helsti veiklingin í stöðunni hjá svörtum, en svartur hefur biskupaparið og ágætis rými
Það er forvitnilegt að sjá, ég er svolítið spenntur að sjá hvernig Vignir teflir þetta. Hann er með riddarann á C6 og riddarinn getur alltaf farið á E7 ef hann þarf til að valda peðin. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Batel á 7. borði er með hvítt hérna og hún er að tefla á móti Caro-Kann vörn og hún drepur á D5 og leikur riddari F3. Mjög róleg takmarka hjá Batel. Hún er ekki að sækjast eftir miklu frumkvæði eftir byrjunina og hérna sjáum við stöðuna eftir riddari C2 og biskup D3. Þetta er svona Karlsbad strúktúr á peðastöðunni. Sjáum til dæmis að svartur er með, hvítur er með peðameirihluta á drottningnum. Svartur gæti reynt að tefla upp á að leika B5 og B4 í framtíðinni, svona minnihluta árás. Hvítastaðan mjög traust og hvítur hefur oft í svona stöðutypum tök á E5 reitnum, reyndar ekki þessari stöðu því að svartur er með hennar reit vel valdaðan. Svartur var að leika riddari E3 og Batel fyrir með riddarann á E3, svartur er með riddarann á E4 afsakið, biskup H7 já. Og nú er spurning hvernig Batel ætlar að tefla þetta því ef hún er ekki nógu klók að búa sér til eitthvað spil þá er mjög auðvelt plan fyrir svartan eins og ég var að tala að leika B5, B4, svona minnihluta árás með hrókinn á B8 bak við peður. Ég ætla að kíkja aftur á fyrsta borðið á Braga. Hann er að tefla við þennan hörkusterka stórmeistara Ivan Saric sem er einn af betri skákmönnum heims í dag. Og Bragi leikur D6 og biskup D7 og riddari G til E7. Hann er að tefla afbrigði sem að þeir bræður, Bragi og Björn Þorfinnsson, bróðir hans, hafa teflt mikið með riddarann á E7. Og getur verið dálítið svona sveigjanlegt plani hjá svörtum hvort að svartur ætla að leika G6 og biskup G7 og hróka á reyfum teflu bara að leika F5 eins og í Kongsindverja en Bragi leikur riddari G6. Það er hann litla að tefla þetta og svartur getur í sömum tilfellum reynt að skipta upp á svartröðarbiskupunum með að leika biskup G5 eftir leika eins og H6 og fengið það tök kannski á F4 reitnum seinna en Bragi leikur drottning E8 að lúmsk hótun sem fylgir þessum leik. Við sjáum að hvítur gerir ekki neitt, þá getur Bragi drepið hérna á D4 með hótun á biskupinn á A4 og ef hvítur drepur á D7 þá kemur millileikur, drepur á F3 og tekur svo biskupinn á D7 og vinnur peð. En Saric sér þetta, leikur biskup B3 og þá kemur riddari A5, biskup C2 og núna C5 hjá Braga og hvítur hugsar eftir þennan leik. Það er spurning hvað gerist til dæmis núna ef að Saric leikur D5 þá þarf Bragi að passa þessu upp á riddarann sinna á A5 að hann lokist ekki inni eftir B4. Bragi getur kannski leikið B5 og bakka með riddarann á B7 og kannski reynt að tefla upp á sókn á kóngsvæðinum með að leika F5 einhvern tímann eftir smá undirbúning. Saric getur líka drepið þetta á C5 ef hann vill og reynt að tefla upp á D5 reiting kannski. Við ætlum að fara aðeins hratt yfir söguna og kíkja aftur á Helga. Mjög áhugaverðir hlutir hafa gerst þar. Helgi leikir hérna hrók og G1, þetta er óvenjulegur leikur. Hugmyndin með þeim leik er að leika mjög snemma G4 og G5, þetta var nú sést áður einhvern tímann. Svartur leikur G6, þá kom G4 og biskup G7 og svartur á þá alltaf H5 reitinn fyrir riddarann sinni ef hann þarf. Mér sýnist Helgi vera að tefla svipaðan hátt eins og vorum að tala um í gær. Helgi var að segja að tölvurnar í dag væri farnar að tefla svona á móti kóngsindverjunum, að leika G4 og þrengja að svörtum, nýta sér rýmið og halda svörtum alveg föstum niðri. Kom C6 og G5 og riddari H5 og Helgi er að hugsa núna eftir riddari H5. Þessi riddari gæti verið á leiðinni til F4. Við sjáum eftir biskup E2 þá kemur það vel til greina að hoppa með riddarann á F4. Og eftir uppskiptu á F4 þá getur skálina biskupsins opnast upp G7. Ég ætla að kíkja yfir á lenku. Við vorum með þessa stöðu hér, enskur leikur og þetta er allt frekar svona hefðbundið, svona samhverfa enskur leikur nema hér í staðinn fyrir að leika riddari C6 þá leikur lenka D5 og þetta snýst yfir í svona hálfgerða grunnfeldsvörn með biskupinn á G7. Hvítur drepur hér og lenka drepur með drottningu og staðan er svona eftir biskup E3. Að vera með drottningunum svona D5 getur verið varhugavert vegna þess að biskupinn er á G2 og
og sjáum ef að svartur passar sig ekki þá gæti þessi riddari hoppað á D4 og hóta drottningunni og tekið síðan á C6 framhaldinu, þannig að það er líklegt að lenka hörfi þá með drottninguna núna. Spurning hvort hún eigi að fara með hann til dæmis bara á D6. Þá gæti hvítur reynt að pressa á C5-peðið með hróku C1 kannski, eða drottning C2. Þetta peð á B2 er í uppnámi í augnablikinu og kannski er lenka að velta yfir fyrir sig hvort hún megi drepa á B2 núna. Hún hugsar, hún er komin undir 10 mínútur. Hvítur er enn með 14:39, þetta er sennilega bara undirbúningur hjá hvítum. Hallgerður Helga var með hvítt í franskri vörn og framhaldið var svona svartileikirna A5, þetta er nú sjaldgæft afbrigði, hér er langalgengast að drepa á D4 og reyna síðan að leika F6 og brjóta niður miðborðið hjá hvítum, en svartileikur A5 og þá kemur stutt hrókun A4 og þetta peð getur verið á leiðinni alla leið niður til A3. F4 og drepið og riddari B6. H5, H3, drepið og biskup D7 og núna kom kongur G3 staðan svona núna hjá Höllu. Hún leikur kongur G2 til þess að kannski geta nýtt sér hálínuna ef hún þarf. Plan í þessari stöðu virðist nú vera nokkuð einfalt að leika kannski biskup E3 og kannski reyna að tefla upp á að leika F5 einhvern tímann. Þessi F5 leikur það rýmir þá F4 einnig fyrir riddarann á eftir með smá pressu á svartu stöðuna. Það er ekkert auðvelt fyrir svartan að finna skjól fyrir kóngi sinn, kannski þarf svartur að hróka langt eða bara hafa kónginn á miðborðinu. Vignir var með svart í hollensku vörn og hann var að leika síðast peðin á G5. Það hafa orðið uppskipti á riddara fyrir biskup. Vignir leyfir hvítum að taka biskupinn á D6 og leikur svo G5. Og staðan er svona núna, Vignir er búinn að hróka langt og hvítur búinn að hróka stutt og það liggur svona beinast við fyrir hvítan að fara af stað í einhverjar aðgerðir á drottningavægnum eða leika eins og B4 kannski, en Vignir getur þá sótt fram á kóngsvagnum. Þetta getur verið mjög spennandi staða með kapphlaupi á báðum vængjum. Og Batel er hér, býðum nú við, hvað hefur gerst hér? Við vorum með þessa stöðu hér áðan eftir byrjunina. Svartur lék B5 eins og ég var alltaf fyrir mér og svo B4. Og hér hlýtur að hafa komið þá riddari B4, hún hefur sennilega mistað þessu leik, nýtið sér leppurinn á C-línunni og eftir drottning B1 þá var þetta drepið og riddarinn hoppað á G3. Biskupinn hótar drottningunni á D3 og riddarinn hótar hróknum á F1 og svartu vinnur skiptaminn hérna. Og Batel virðist ekki vera með kannski nægar bætur fyrir þetta, hvað hún er með sterkar riddara reyndar, en svartur er hér að drepa, já einmitt, drepur á C4, þetta er góð leikur og eftir drottning drepur C3 þá kemur biskup D3 skák. En ég sé ekki betur en að Batel sé bara að tapa hérna gegn mjög sterkum fítimeistara en að hvítan. Og hrókur drepur C1 mát, já. Batel er búinn að tapa, staðan 1-0 fyrir Króatíu. Kíkjum aftur á fyrsta borðið á Braga. Hann er að tefla við Ivan Šarić. B4, þetta fór eins og vorum að velta fyrir okkur, riddari B7, A4. Hvítur sækir fram á drottningavagnum, við höfum séð svona tapmennsku áður í gegnum tíðina. Hjá hvítum í spænskum leik. Að sækja fram svona með B4 og A4 og vandamál svart í þessari stöðu er að riddarinn á B7 er dálítið klunalegur, hann á eiginlega enga góða reyti og jafnvel þó hann fari á eitthvað flakk seinna yfir á kóngsvanginn á D8 þá á hann enga sérstaka framtíð, þannig að Bragi drepur á A4 og ég er að velta við mig hvort að Bragi ætlar hann að losa sig með að leika þá A5 á eftir kannski. Og Šarić drepur ekki einu sinni tilbaka, hann leikur riddari C4, þessi riddari gæti verið inn þá á B6 sem er óþægilegt fyrir Braga. Hvítur getur hvenær sem er drepið á A4. Helgi á öðru borði, hann drap á C6 og lék riddari C4, hótar D6 peðinu.
þá valda með riddari B7, þá kom drottning D2 og löng hrókur hjá Helga og riddari A3, já. Helgi líklega að forða riddaranum þannig að honum sé ekki hótað, já, hvað með D5 eða hvað hann að hugsa um. En svartur leikur riddari F4 og hér sjáum við, þetta svona algengt þema í svona stöðum að svartur fórnar glaður peði. Því ef hvítur drepur hér, þá opnast skálinan fyrir biskupinn og svartur fær góð færi fyrir. Þannig að Helgi ákveður þá að drepa ekki þennan riddara heldur leikur biskup C4 og hann hefur kannski verið að rýma til fyrir biskupnum sínum. Riddari A5, Helgi bakkar og riddari drepur og Helgi á leik núna og hlýtur að drepa tilbaka með öðru hvoru peðinu. Helgi að hugsa. Báðir leikir koma alveg til greina, það bæði hægt að drepa með A-peð og C-peð. Ef Helgi drepur með C-peðinu þá geta hann notað C-línuna. Getur falið kónginn sinn einhvers staðar á B-einum og nýtt C-línuna þá seinna kannski. En aðalmálið virðist vera að koma þessu riddari í spilið aftur. Lenka tók peðið á B2 og bakkaði á G7. Þá kom drottning A4. Hvítur ekkert að flýta sér að nýta biskupinn á G2 með riddari D4, þannig að Lenka bakkar á D6 og þá kom hrókur eftir C1. Og nú sjáum við að hvítur langt á undan í liðskipan með pressu á drottningavængnum. Þetta svona svipufæri eins og svartur fær stundum í benkabræði. Biskuparnir eru sterkir á skálínunum. Það er pressa á drottningavænginn. Hvítur hótar að taka á C5 og það virðist vera svolítið hættulegt að leika leiki eins og B6 því að það opnar auðvitað ýmsa möguleika fyrir biskupinn á löngu skálínunni. Þannig að Lenka að hugsa núna, hún peðið yfir, hún getur gefið peðið tilbaka. Ég að velta fyrir mér hvort hún ætti að leika leiki eins og riddari D4 kannski. Gæti komið til greina. Hvað að gerast hjá Hallgerði Helgu? Hún með þessu stöðu hér. Eftir kongur G2 kom riddari B4, biskupinn bakka á B1, drottning C7, þá kom riddari C3 og núna loksins kom A3 sem að svartur var svona að velta fyrir sér alveg út úr byrjuninni að geta leikið peðinu A3. Ég að velta fyrir mig hvort að hann átti að gera eitthvað annað hér, hvort hann átti að leika sjálf A3 hérna og reyka riddarann í burtu kannski. Því þetta svolítið óþægilegt að fá að sé A3. Við sjáum að plan svarts að auðvitað ef hvítur drepur á A3 þá fellur riddarinn á C3. Þannig að Halla hugsar hérna. Staðan hjá Vignir orðin svona, hann lék G5 áðan og þá kom F4 og við sjáum að það sem við erum að tala mikið helgina stöðu biskupana með við peðin. Hvítur með góðan biskup með við að peðina sem var svarturrautum og meðan svartur með biskup sem rekst í hans eigin peð. Þannig að hvítur setur N1 peð á svartan reit og Vignir hörfa með biskupin sinn því að það þetta bakstætt peð hérna á E3 sem erfitt fyrir hvítan að valda. Hvítur lék þá riddari G3 og hótar það peðinu á F5 og Vignir hugsar. Ef að Vignir bakka með riddarann sinn á E7 þá virðist hvítur geta drepið á G5 og opna það fyrir hrókin á F5 peðið. Þannig að Vignir að hugsa hér. Það ekki auðvelt að valda þetta peð nema auðvitað leika riddari E7 en þá virðist hvítur geta unnið peð á móti. Batil búinn að tapa sinni skák en staðan 1-0 eins og staðan núna og hvað Sarits að gera gegn Braga? Hann léki á riddari C4 og Bragi lék biskup B5. Þá kom biskup drepur A4 og þá biskupinn hjá Braga leppur á B5 og má ekki taka á C4 þessi drottningin á E8. Þannig að Bragi leikur F5, hann verður að fá einhver gagnfæri. Þetta var drepið og hrókudrepur. Riddari B6, hrókur B8, biskup drepur B5 og Bragi á leik núna. Hann getur valið að drepa með peði eða drottninga og tekur með peði. Þá opnast alínan fyrir hvíta hrókin. Riddarinn ennþá á B6, hann á enga flóttareiti þannig að það gæti verið hugmynd fyrir Braga að reyna að króa riddarinn inni einhvern veginn. Fara með riddarinn í burtu og opna fyrir hrókin en það tekur svolítið langan tíma fyrir hann að koma einhverju pressu á riddarinn. Þannig að það ekki auðvelt. Eins og ég var að tala á riddarinn á B7 hjá Braga stendur dálítið illa eins og oft hjá svörtum í spænskum leik.
Það eru bæði þessi peð á B4 og þetta peð á D5 sem loka hennar riddara svolítið inni. Bragi hugsar eftir atriði B5, nei, býtum við, Bragi var að leika atriði B5, já, Sarits er að hugsa, hann á mun betri tíma. Helgi er með mun verri tíma, hann á einungis 4 mínútur eftir og var að leika, já, hann drap með C-peðin sem voru með velta fyrir okkur og leikur kongur B1 og er að hugsa eftir riddari H3. Hvort hann ætla að fara með hrókin upp á 3. reitarröðina eða hvort hann ætla að halda honum á 1. reitarröðinni. Vorum að tala um áðan að hugmyndin með þessum leik hérna C-B3 er bæði að geta nota C-línuna líka þá að rýma til fyrir riddaranum og hvíti kóngurinn hefur gott skjóla bak við þessi peð seinna. Þannig að það er forvitnilegt að sjá hvað Helgi ætlar að gera. Hann hugsar og hugsar eftir riddari H3. Lenka lék riddari D4 eins og ég var að hugsa um áðan og andstæðingurinn hann drap og lék biskup F4 og þá er Lenka aftur að hugsa. Drottningunni er hótað og pressan er töluvert mikil á drottningavægnum og Lenka er vendilega veltaði fyrir sig hvort hann eigi að fara eitthvað með drottninguna eða hvort hann eigi að leika sjálf E5 til þess að reka biskupinn í burtu. Ef hún leikur E5, eiginlega eini galli með það er að þá getur biskupinn bakkað á D2 og farið síðan kannski yfir á B4 með hótun á drottningur hrók. Þannig að Lenka er að hugsa hvort hann eigi að hörfa með drottninguna og kannski gefa byssupeðið sitt eða hvort hann eigi að leika E5 núna. Eftir A3 hjá Hallgeiri Helgu þá lék hún drottningu E2, þá kom atriði B2, biskup drepur og riddari C4 og hún er að hugsa núna í þessari stöðu. Svartur er að hóta biskupinum á B2 og ef að hvítur ætlar að halda biskupinum sínum á B2 og leika biskup C1 þá er smá hætta á því að riddarinn falli á C3 en ég sé samt ekki alveg leið fyrir svartan að nýta sér það. Til dæmis leikur eins og riddari drepur E5, drottning drepur E5, hótar hróknum hér, þá getur komið drottning drepur C3, drottning drepur H8 og drottning drepur A1. Ýmsar flækjur, en þetta er kannski það sem hún er að hugsa um núna, hvort hún eigi að hörfa með biskupinn. Hún hefur ekki ennþá náð að mynda sér neitt mótspil á kóngsvagnum, vorum að tala um að leika þaðan F5 sem var svona þematísku leikur fyrir hvítan að leika. Hún leikur A3, rekur riddarann í burtu og nú er spurning hvort svartur ætla að bakka með riddarann eða hvort svartur ætla að drepa fyrst á B2 og bakka svo með riddarann tilbaka. Það hefur dregið til einhverja tíðanda hjá Vigni, hann virðist hafa tapað þessu peði eins og vorum að skoða áðan. Eftir riddari G3 þá leik hann drottningu E7, hótar þá E3 peðin á móti, hvítur valdaði það með hrókur A til E1, þá kom H5 hjá Vigni og hann gefur þá F5 peðið sitt og staðan er orðin svona núna. Vignir er peði undir og þetta lítur mjög vel út fyrir hvítan. H5 peðið er veikt og Vignir er ekkert með neitt sérstakt mótspil í augnablikinu. Kíkjum aftur á fyrsta borðið hjá Braga. Staðan er orðin svona, hvítur var að leika síðast riddari E4. Þetta er skynsöm tilfærsla hjá hvítum að fara með riddarann á E4 þar sem hann stendur vel. Við sjáum að það er ekkert svart peð sem getur hótað þessum riddara, þannig að það er erfitt að losna við hann. Og riddarinn hefur auga með þessum veikleika hjá svartum, en Bragi með opnu línur á kóngsvagnum og hann leikur drottning G6 og hóta máti á G2 og riddarinn hörfar á G3, blokkar hótarandar og hótar hróknum á móti. Og nú er spurning hvað Bragi ætlar að gera, hvort hann ætli að leggja allt undir í sókninni og leika leik eins og hrókur G5 og H5, H4 eða hvort hann ætla að bakka með hrókin. Hvítur hefur ákveðna svona stöðulega yfirbörði, kannski eini gallinn við hvítustöðuna er að riddarinn á B6 er dálítið innikrófar og það sama má segja svarta riddarinn á B7, kemst ekki mikið. En Bragi þarf líka að passa sig ef hann leikur hrókur F6 eða hrókur F8 þá kemst þessi riddari sóknina á D7 með tvöfaldri hótun. Þannig að möguleikarnir eru ekki margir, það er annað hvort hrókur F7 eða hrókur G5. Og hann leikur bara H5 að því við sjáum að
þessi riddarleikur á G3, hann í rauninni ekki að hóta þessum hrók vegna máthótarinnar á G2 og ef að Saric drepur núna á F4 sem gerir ekki en leikur drottning B1. Ef hann hefði drepið á F4 þá hefði Bragi kannski getið drepið með hrók og hóta piðinu á B4 á móti. En hann drepur ekki á F4, heldur leikur drottning B1 og hótar hróknum á F5. Og nú gengur ekki upp fyrir Bragi að leika H4 af því að þá drepur hvítur með drottning á F5. Þannig að mér sýnist Bragi vera að lenda í smá vandræðum núna af því að hann má valla leika hér. Þá getur komið drottning drepur, ef hann drepur með hrók þá getur hvítur drepið hér og biskupinn fellur hér og peði fellur líka hérna á H5. Þannig að mér sýnist Bragi vera svolítið þvingaður til þess að gefa skiptamunum hvort hann ætlar að leika þá hrókur B til F8, valda hrókinn sinn kannski. Forvitanlegt að sjá. Kíkjum aftur á Helga. Svartur var að leika síðast piðinu á D4. D4, riddari A4, riddari drepur F2, hrókur D2 og Helgi er búinn að tapa peði og ég verð að viðurkenna að þetta lítur ekki vel út fyrir Helga núna. Hann er með alla mennina sína á drottningavangnum, svona frekar aðgerðalausa. Hann leikur hrókur D3 og hótar riddaranum á H3 sem að sýnist mér getur bara hoppað á F4 tilbaka. Helgi til miður svolítið mótspilslaus hérna. Staðan hjá Lenku hefur þróast svona og hún ákvað að leika drottning E6 og hún gefur peðið á B7. Það er þá orðið jafnt í liðum og hvítur er með völd á opnu línunum á drottningavangnum og ef að svartur hefur tíma þá væri mjög gott að ná að leika hrókur eftir C8 en hvítur á leik. Drottning er endur ágætlega staðsett á E6, hún hefur auga með þessum peðum hérna á E2 og A2 þannig að hvíta drottningin má ekki fara langt. Þannig að kannski er þetta bara í jafnvægi ef Lenkan er að leika hrókur C8. Kannski geti hvítur leikið núna hrókur C7 já, kemur upp fyrir hrókur C8 þannig að svartur getur ekki létt á stöðunni. Kannski örlítið betra hvítt ef eitthvað er út af opnu C-línunni en ég held að Lenka þurfi nú ekki mikið að kvarta hérna. Halla á fjórða borðinu voru með þessa stöðu hér áðan, hún leik A3 og riddarinn bakkaði og þá leikur hún A4. Drottning B6 og riddari B5 og riddari A7 og svona staðan núna. Þegar hvítur á leik sjáum að það er eitt vandamál í stöðunni, ef hún drepur hér á A7 og svartur drepur á B2 þá er þessi riddari svolítið lokaður inni. Ef við sjáum ef hún bakkar á B5 þá kemur biskup drepur, A drepur og hrókur fellur þá á A1 í framhaldinu. Þannig að hún leikur biskup C3 og gefur riddarann, eða gefur sem sagt peð á B5. Staðan er svo núna að hvítur er að bjóða svartum að taka hrókinn sinn á A1 og svartur getur þá kannski drepið á B5 í framhaldinu. Þá er hann samt aðeins búinn að létta á pressun á drottningavangnum, þarf ekki að hafa ágjörð því meira og getur þá kannski leikið biskup D3 og reynda að fara að koma að þessum F5 leikina því að svartur er alltaf með kónginn svona á miðborðinu og svona með ákveðin vandamál á kóngsvagnum eftir F5 þannig að hvítur gæti alveg fengið spil hérna í þessari stöðu þó að hvítur sé peð undir í þessu. Bíðum nú við. Vignir er kannski eitthvað að klóra sig inn í þetta hérna. Hann lenti í smá vandræðum eftir byrjunina og tapaði peði. Já, hann leik hrókur G8 og er með smá gildru. Ef að hvítur drepur á H5 núna þá kemur hrókur H8 og H2 peðið fellur. Hvítur vildi þetta ekki og leik þess vegna drottning F4, þá kom G3 já, drepið og Vignir er komið smá spil og var að hoppa með riddarann á A5 og er þá kannski að hóta að fara með riddarann á C4
til dæmis, þar sem hann hóta peðinu hér og kannski ef riddarinn kemst á E3 og getur dálítið óþægilegt fyrir hvítan. Þetta verður spennandi að sjá þetta kíkja aftur á Braga. Mér sýnist Bragi því miður vera að lenda í bullandi vandræðum með þennan riddara á B7 eins og ég hafði áhyggjur af eftir byrjunina því að eins og vorum að þetta fór svona eins og vorum að tala um hann. Við vorum að velta fyrir hvort þetta þyrfti að gefa skiptamun með hrókur B til F8 en hann lék hrókur G5, þá kom drottning drepur, hrókur drepur, biskup drepur F4, drepi hér og núna hrókur A8. Hann er ekkert að taka þetta peð hér. Hann leikur hrókur A8 og ef að Bragi drepur núna hér þá drepur Sarits með riddara og hótar riddaranum á B7 og ef riddarinn fer á D8 þá kemur hrókur E8 og vinnur riddarann. Þannig ég held því miður að Bragi sé að lenda í vandræðum. Hann drepur núna með skák og hér leikur Sarits mjög lærdómsríkur leik. Hann drepur ekki með kóngnum á F2 því ef hann drepur með kóng á F2 þá leikur svartur hrókur F6 og gæti kannski varist. Hann leikur bara kóngur F1. Ég held því miður að þetta sé tapatafl á Braga. Því miður, hann drepur, það er svo sem ekkert annað að gera og hann er að tapa riddaranum sínum á B7. Hann leikur riddari C5, hann ætlar að reyna að fá eitthvað mótspil. Hann fær 2 peð fyrir hérna samstæð á drottningavægnum en ég held að með nákvæmum tapmennsku þá ætti nú Sarits að vinna þetta. Eitt sem er dettur í hug er að fara með riddarann hér og koma hann yfir á E6 og blokkar á hrókinn þannig að peði getur vaðið upp í borð, það er einn möguleiki. Ég ætla að kíkja aðeins á Helga. Helgi er mjög tímanæmur og var með verri stöðu áðan. Var með stöðu hér, hann var að hóta riddaranum sem að fór nú ekki neitt, hann er valdaður með biskup á E6 og H4, það vantar í allt mótspil Helga, svartur kóngstæðinu svo traust og svartur í peð yfir. Ég held því miður að þetta líti ekki vel út hjá Helga. Legga er með aðeins verra tafl virðist vera, var að leika kóngur F8 og valda E7 peðið sitt, virðist samt vera að hóta að taka peðið á E2 og hvítur valda það með hrókur C2. Vandamáli er kannski að þó að hvítur sé ekki með að beina hótun akkurat í augnablikinu þá er erfitt að finna leiki fyrir svartan í stöðunni. Hrókarnir með ekki fara langt, þeir eru báðir að valda peð sem að drottningin er að hóta og kóngurinn má ekki fara neitt af því þá fellur peðið á E7. Þannig að það er svolítið erfitt fyrir svartan að gera eitthvað, svartur þarf bara að bíða. Kannski getur Legga leikið drottning D6 eða eitthvað svoleiðis. Og þó virðist hann reynda að vera endatafl, þróast yfir endatafl sem að hvítur er peðið yfir í. Þannig að smá pressa á Leggu í þessu. Kíkjum aftur á Höllu, hún er peðið undir. En ég er að vonast til þess að, ég held hún sé að fara að leika af sér, hún var að leika af sér núna með drottning C2, nú er bara riddari E3, vinnur drottningu. Drottning C2 er rosalega slæm yfirsjón hérna eftir biskup E7. Ég held að því miður Halla tapar. Hún hefði þurft að reyna að búa sig til eitthvað mótspil einhvern tímann fyrr með að leika F5. Hún náði einhvern veginn aldrei að komast inn í skákinn almennilega. Leikur af sér síðan hérna drottningunni. Staðan núna er þannig, Bragi er búinn að tapa. Sarits gerði það eins og ég var að tala um, hann lék riddari C7 til E6 og fór að stað með peð sem verður ekki stöðvað. Bragi gafst upp. Staðan núna er 3-0, Króatum í vil og þetta lítur ekki vel út fyrir okkur Íslendinga. Helgi er að berjast eins og Legga og Vignir. Ég ætla að kíkja aðeins á Vigni, hann var að reyna að búa sig til eitthvað spil á hann með riddari A5 og hvað hefur orðið út þessu hvítur leik hrókur F7. Það lítur út fyrir að vera mjög góður leikur því að hvítur hóta þá að leika hrókur E7 og Vignir neyddist til þess að fara tilbaka. Það var riddarinn rekinn tilbaka og nú er staðan orðin svona og Vignir var að leika A5.
Hvítur getur ef hann vill drepið á C6 og tekið á A5, en það er kannski spurning hvort að hvítur sé að leita að einhverju ennþá betra. Hvort að hvítur getur leikið núna B5 og jafnvel B6, já, hann leikur B5. Ef hann leikur núna B6 þá er hótunin hrókur H8 mjög óþægileg. Og ef að Vignir þarf að fara tilbaka með hrókið sinni á G8 þá fellur peðið á H5. Það virðist vera mjög góð teflmennska hjá hvítum, hann teflir þetta mjög nákvæmt. Vignir leikur hrókur G6, hann ætlar þá kannski að, já, ég sé hvað hann er að hugsa, hann er að leggja smá gildru kannski fyrir hvítan. Ef hvítur leikur hrókur H8 þá ætlar hann að drepa á B6 og ef hvítur drepur á D8 þá kemur kóngur C7 og hóta báðum hvítumörunum. En ég held að hvítur getur bara drepið þarna, já, hrókur drepið B6 og hrókur drepið D5. Þetta er nú samt örugglega besti sénsinn fyrir Vignir að tefla þetta svona. Það er svona smá möguleiki að berjast aðeins áfram í þessu. Ég hef mestar áhyggjur af því hvað íslensku liðsmennirnir eru tímanaumir, lenka á 23 sekúndur eftir og virðist vera að halda sjó í hróksæðantaflinu, en Helgi er því miður búinn að tapa. Hann gafst upp eftir síðasta leik svart sérna D2 og þetta peð er illviðráðanlegt. Staðan er 4-0 fyrir Króatíu. En Lenka virðist eins og ég segi vera svona að halda sjó hérna. Hún er með 2 veik peð, peð á D4 og peð á A5 sem að hvítur reyna að pressa, en hrókurinn á D5 stendur verð og þetta virðist alveg hanga saman hjá henni. Vignir, hvað gerðist hér? Hrókur drepið D5, þá leikur Vignir hrókur B3, já þá kom biskup A4, já með tvöfaldri hótun. Hóta riddaranum á D8 og hróknum á B3, Vignir drap hér. Hrókur D7 og Vignir á leik kóngur C8, hóta biskupnum. Hann getur farið á B5, þá getur komið hrókur B3 og þá bara hrókur D5 til dæmis og hvítur heldur manninum. Sé ekki betur, já hann gerir það. Og þetta virðist vera að tapast því miður, Vignir gefst upp. Þá er staðan orðin 5-0 fyrir Króatíu og Lenka er 1 eftir. Þannig að við skulum fylgjast með henni. Hún var að reyna að búa sér til mótspil með að leika G5 og G6 skák sem virðist vera góður leikur hjá hvítum. Ef að Lenka drepur þetta þá drepur hvítur og G6 og tekur síðan á E7 og er þá peð yfir í endurtöflinu. Sem er alls ekki búið, en ef einhver er að vinna þetta þá er það hvítur. Kóngur F6, nú geti komið kannski hrókur E4 til dæmis, já, gerir það. Skorða kónginn af hérna á E-línunni og hefur augað með D4 peðinu. Nú er spurning hvað vinningsplan hvíts er. Við sjáum að hrókurinn er mjög vel stærður á E4, hann bæði lokar fjórðu riddararöðinni og kónginn af hérna á E-línunni. Lenka er að reyna að fara kannski með hrókinn yfir af því að ef að, já, hrókurinn fyrir hingað hóta peðinu, það með kónginn hér. Ein hugmynd fyrir hvítan er að reyna að labba yfir með kónginn hérna, eitthvað yfir á drottningavænginn, reyna að komast hér og hér. Ef hún ætlar að reyna að vinna þetta. Önnur leið er einfaldlega bara að leika bara E4 og búa sér til frípeð á D-línunni. Eða E3. Hann leikur hrókur F8, hvítur liggur auðvitað ekkert á og það er skynsamlegt fyrir hvítan sem er peð yfir hérna að vera ekkert að flýta sér. Það er góð þumalputtaregla í endurtöflum að ef maður hefur yfirburði að halda pressunni á andstæðinginn. Það er óþægilegt fyrir svartan. Nú sjáum við að hún virðist vera að vinna A5 peð eða D4 peð núna eftir. Já, hún leikur ekki kóngur E4, hún bakkar, hún getur komið hrókur E7 hóta peðinu á E2 á móti, en eftir hrókur drepur A5 skák, kóngur G4. Kannski vil Lenka smá mótspil hérna eftir hún drepur með skák, kóngur G4, kóngur F2, hrókur F7 skák og svo tilbaka aftur. Reyndar er hrókurinn að hóta svo sem þessu H5 peði, þannig að hún má aldrei kannski taka á G3 og tapa hann peðan á H5. Þetta er skynsamlega teflt hjá Borgu Franciskovic.
En með þessum sigri eru Króatar að fara upp í 14 stig og ég ætla að athuga hvað er að gerast í hinum viðureignunum. Það er dálítið spennandi að sjá hvort að Króatar ná að skjótast upp í 3. sætið með þessum sigri. Staðan í viðureign Tyrkja og Norðmanna er 1-1. Svíar eru að vinna Guatemala 4-1, Chile er að vinna Írland 2,5. Staðan í viðureign Dana og Serba er 1-1. Þannig að Króatar eru auðvitað treyst á að annaðhvort Norðmenn eða Serbar tapi sínum viðureignum. Norðmenn geta hæglega tapað auðvitað fyrir Tyrkjum. Og Lenka er búinn að tapa því miður. Það sjá maður eftir hrópi D5 þá er hann að tapa líka D4-pefinu sínu. Þetta var vel telt hjá hvítum í hróksaðantaflinu og skynsamlega gert. Og Ísland lýkur því keppni á þessu móti með 6-0 tapi fyrir Króatum í síðustu umferð. Það var engin uppskera úr þessu. Við ættum kannski að kíkja á viðureign Mats Andersen og Alexander Indic úr viðureign Dana og Serba. Hvað er að gerast hérna? Andersen er með hvítt og virðist vera að vinna þessa skák. Þetta er bara þekkt hróksendatafl. Hérna, hann reykur hrókinn í burtu og peðið veður áfram. Svarti getur skákað endalaust en mér sýnist bara hvíti kóngur getur labbað í skjól og Indic gefst upp. Fleiri skáki sem við getum séð: Frode Urquidal í viðureign Norðmanna og Tyrkja. Króatar eru að treysta á að Norðmenn tapi fyrir Tyrkjum. Hér er Urquidal peði yfir og gæti verið örlítil hætta í kringum kóngstöðuna en hvítur leikur hrókur F6 til að valda F3-rautin. Þá kemur hrókur B5 og hóta rittaranum og nú gæti kannski komið rittari F7. Nei, hann fyrir tilbaka og þeir endurtaka stöðuna. Spurning hvort að Urquidal þori að tefla þetta til vinnings. Kannski geta hann leikið hrókur E7. Nei, hann leikur rittari F7. Hann hótar núna kannski að skáka H6 einhvern tímann. Þetta er spennandi stað. Hvort að svarti getur reynt að búa til eitthvað mátnefn með biskup F3. Mesta spennan núna snýst það hvort að Norðmenn og Serbar haldi sínum toppsætum. Norðmenn eru lent í 2,5, 1,5 undir og Serbar eru búnir að tapa fyrir Dönum. Mats Andersen vann Alexander Indic og tryggði sigurinn fyrir Dani. Það hefur ekkert gengið á Dönum allt mótið en þeir vinna Serbana í síðustu umferð 4-2. Ég sé ekki betur en að Serbar sé að detta þar með niður í 4. sæti og Króatar sem að lögðu okkur 6-0 eru að skjótast upp í 3. sæti með 14 stig. Og jafnvel meira þess að upp í 2. sæti því að Norðmenn eru að tapa fyrir Tyrkjum 2,5, 1,5. Þessi skák er enn í gangi og Urquidal á smá vinningsmöguleika hérna. Og það er bara spurning hvernig er að fara þá. Eina skáki sem er eftir er á neðsta borðinu hjá þeim. Ég ætla að hvort ég geti séð hana. Ég er ekki með hana uppi hérna. En það er ljóst að Serbar eða Norðmenn eru að detta niður í 4. sæti. Króatar eru komnir með 14 stig. Serbar eru með 13 stig. Og ég þori ekki alveg að fara. Norðmenn eru með 1,5 vinning. Ég þori ekki alveg að fara út í stigútreikningana. En ég ætla að spá því að Norðmenn haldi sér í toppsætunum 3. Svíar vinna Guatemala, Chile vinnur Íra, stórsigur Chile og
Danir vinna nokkuð óvæntan sigur á Serbum 4-2. Þannig íslenska liðið er í 7. sætinu. Það var fátt sem gat breytt því. Írar gátu ekki náð okkur. Þeir tapa. Chile fær sinn fyrsta sigur í mótinu, fær 2 stig. Danir vinna og fara upp í 5 stig. Skjótast þá upp fyrir Íra og Guatemala. Eru í sætinu fyrir neðan okkur. En mesta spenna núna hvort að Norðmenn að tapa. Staðan orðin 3,5, 1,5. Þetta eina skákin sem eftir og breytir í rauninni engu nema því að hvað Norðmenn fá marga vinninga. Norðmenn núna með 34,5 vinning og 13 stig. Og Serbar líka með 34,5 vinning og 13 stig. Þannig að ef Úrkidal tapar hér, þá enda þessi lönd í jöfn, en Úrkidal aldrei að fara að tapa þessari skák. Hann peði yfir hrósæðantöflinu og hann að fara að vinna ef eitthvað En mér sýnast að jafntefli í þessari skák tryggir Norðmönnum 3. sætið. Þannig að Úrkidal sem með hvítt gerir jafntefli hér, þá ætti hann að tryggja Norðmönnum 3. sætið. Ef ég hef reiknað þetta rétt. Króatar vinna og fara upp í 14 stig, skjótast upp í 2. sætið. Serbar detta niður og ef að Norðmenn ná jafntefli í þessari skák eða vinna, þá þeir með fleiri vinninga en Serbar en jafnmörg stig og ættu því að halda þá 3. sætinu og komast upp í 1. deildina. En við skulum fylgjast með þessu til enda. Úrkidal, hann á bara 8 sekúndur eftir. Svartur náttúrulega með smá mótspilarna með þetta frípið á Kongsvagnum. Kongur G4, E6. Nú má Fróði Úrkidal ekki teygja svo langt hérna, en hann nú valla að fara að tapa hérna með hvítu. Kongur D3. Þetta Semil Khan sem að tefla á mótunum. Og þessi skák skiptir eiginlega öllu máli fyrir Norðmenn. F5. Nú peðin komið svo langt að hann ætti að geta farið að fórna hróknum fyrir svarta peðið á G2. Ég efast að svarta geti stoppað þessi frípeð á E og F línunni. Þannig að ef Úrkidal vinnur, þá ættu Norðmenn að halda 3. sætinu. Króatar skjótast upp í 2. sætið. Hrókur A8, hann svona að reyna eitthvað. Sama að hvítur drepur, þá fær svartur drottningu og hvítur drepur á G2 og leikur þá vantilega E7 og svo F6 og ég get ekki séð að Tyrkinn geti stoppað þessi peð. Þannig að með þessu Fróði Úrkidal að hann fer út í þetta endatafl. En drottning G6 vinnur hrókinn og Tyrkinn hlýtur að gefast upp núna. Gerir það og ég held að Fróði Úrkidal hafi verið að tryggja Norðmönnum sæti í efri hlutanum, 3. sætið. Ég ætla að bíða eftir staðfestum lokatölum. Það komin lokaúrslit í öllum viðureignum. Danir unnu Serba 4-2, Svíar unnu Guatemala 4,5, 1,5. Chile vinnur Íra 4,5, 1,5. Ísland tapar fyrir Króatíu 6-0. Það gekk ekki til lokaumferðinni í okkur. Og Tyrkir vinna Norðmenn 3,5, 1,5. Tyrkir vinna þá riðilinn með 17 stig. Króatar í öðru sæti með 14 stig. Og ég held að Norðmenn séu í 3. sæti með 13 stig, eins og Serbar, en með fleiri vinninga. Sýnist það á öllu. Svíar síðan í 5. sæti með 11 stig og Íslendingar í 7. sæti með 7 stig. Danir þar á eftir með 5 og svo Írland, Guatemala og Chile. Og Chile náði sér í 1 sigur í lokaumferðinni með að vinna Írland. Ég að bíða eftir staðfestum lokatölum í þessu öllu saman. Það verið að uppfæra stöðuna. Það verið að uppfæra stöðuna í þessu.
eru margar aðrar viðureignir í gangi og það er mikið að gera hjá skákstjórunum að fylla inn úrslitin. Það er verið að skrá inn úrslitin núna. En ég sé ekki betur en að staðfest úrslit séu þannig að Tyrkland, Króatía og Noregur sé að fara upp úr þessum riðli og tefla þá í fyrstu deild með sterkustu þjóðunum. Og sú deild er fjölmennari í fyrstu deildinni eða efstu deildinni eru Rússar, Kína, Bandaríkin, Úkraína, Armenía, Aserbaídsjan, Indland, Kúba, Pólland og fleiri hörku sterk lönd. Við bíðum ennþá eftir staðfestum úrslitum. Ég held að ég sé með stigaútreikninginn réttan á Norðmönnum og Serbum. Það er mesta spennan þar. Norðmenn og Serbar bæði með 13 stig en ég held að Norðmenn séu með fleiri vinninga. Ég held að sé farið eftir vinningafjöldanum í stigaútreikningnum. Við bíðum eftir að sjá hvað gerist. Já, þetta er staðfest að Norðmenn halda 3. sætinu. Norðmenn fara upp. En ég ætla bara að segja þetta gott að þessari útsendingu frá Ólympíumótinu í netskák. Ég þakka ykkur fyrir áhorfið, takk fyrir að vera með mér hérna helgina. Þetta var skemmtilegur viðburður, gaman að fá svona viðburð á þessum síðustu verstu tímum. Íslenska liðið var mjög ánægt með þessa keppni. Allir liðsmenn mjög ánægðir að fá skemmtilegt verkefni til að eiga við. Keppnin heldur auðvitað áfram í fyrstu deild. Við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með því. En ég ætla að segja þetta gott hérna af Ólympíumótinu í netskák. Ég heiti Björn J. Karlsson og þakka ykkur fyrir áhorfið. Verið sæl.